Bíðum og hægir, hvað gerist hér? Já, góðan daginn. Að lokaðum fyrir hann á Íslandsmótinu skák. Hér er góð gestur, Heimir Freyr Heimisson. Þú hefur lokið leik í dag? Já, það. Hefur kannski að renna yfir það? Við getum bara að tjekka á því, já. Þú hafðir hvítt á lengu. Já. Þú hófst leikir með D4. Nákvæmlega, ég D6. skoðaði ekkert neitt fyrir lengu út af maður veit eiginlega aldrei hvað hann gerir, sko, þannig að... Nei, ég held að hún vita ekki heldur sjálf. Já, ég hugsa bara leikina 2 F3 og sé bara hvað gerist, sko. Og þá blitzaði hún út B5 og ég var bara... Ok, leikir strax. Hún leikti basically strax, það er ekki svona spur það moment. Leikti eftir 40 sekundur. Já. Og ég hef telt nú D4 F3 og örugglega 500 sinnum. Við tölum hraðskokir og kastskokir og whatever. En ég hef aldrei fengið að leika með þannig að ég vissi ekki hvað þetta að gera, sko, en hann fór nú bara í torri system. Já, veitum, það er svona smá system. Já, ég man nú alla eftir að fengja þetta með heldur. Já, hann fór í torri system og tölum að virðist vera að hana með það. Þetta er BT2. Ég hugsa nú þetta getur ekki verið slæmt út að torri á móti B6 er líka gott, sko, þannig að með B5 hugsa bara fyrir tempo í byrjunni, sko. Já, hún verður að gera eitthvað um leið og leikur F3. Já. Það er spurning, já. Þetta er náttúrulega svona system er kannski mega meira að segja sem móti Kataran, þá maður kannski koma fyrir C4 sem svartur. Já, en ég er náttúrulega ekki búinn að leika G3. Þú er náttúrulega ekki búinn að leika G3. Já, þannig að augljóslega fer ég ekki í þannig system. Og A4 er náttúrulega klassík til að brjóta þetta svæði þarna og til ykkur veikleika. Já. Hoppið sér til B3 er hugsanlega pæli riddara A5 eða riddara C5. Já, stoppa náttúrulega C5 sem er... Já, það er alveg málið út að þú bakkar aðeins. Sko, málið er að segja mig leik bara biskup D3 hér og segja bara riddara B7 stuttrókun og C5. Já. Nei, ég meina, þú veist, núna er ég búinn að gefa henni allt sem hún vill, sko. Þess vegna þarf ég eiginlega að byrja að leika einhvern svona aðgerðum á drottningavæng út að ég ger ekki neitt, þá fær hún bara, þú veist, liggur við aðeins betri stöðu, eða þú veist, eitthvað stöðum alltaf hægna. Nei, mitt, já, í tefli fann hann tefla svipað Jópa á London, hérna. Já. Bara leika A6 nema B5 og stoppa E4. Já, þannig að núna er allir svartir komið með töfðuð grip á stöðunni, þannig að maður þarf eiginlega að fara að brjóta þetta upp svolítið snemma og C5 er náttúrulega aðal hugmyndin hjá svartum, þannig að þess vegna planta þessu riddara þarna, hugsa þetta nokkuð lógískt. Og leikurinn heitir E4. Já, sem er, bara ágætur leikur, bakka væntanlega, halda parinu. Já. Engin ástæða til að gefa það. Þetta er G7 og svartur virðist alltaf að undirbúa C5. Já, og hérna fann ég held ég besta leikinn í stöðunni, ég var ekki alveg viss hvað ég átti að gera, sko. Já. Enn og aftur, ef ég fer í eitthvað biskup D3 þá kemur bara C5. Já. Og saman með biskup E2. Ég veit að hefur þetta díman að drepa, það er bara... Já, og það er hún í F3. Það er tempo hérna, já. Þannig að ég held að riddara eftir 2 var sennilega besti leikurinn. Já, sem að stoppa C5 og við getum náttúrulega hugsað þetta þannig að riddarana F3 á móti riddarana E4, riddarana E4 er náttúrulega miklu betur en riddarana F3. Og ég byrjaði að hugsa það sem að Bent Larsen sagði, sko, í skrýtnum stöðum er skrýtnileiki bestir, sko, og ég er að hreyfa riddaran aftur en já, eins og ég sagði, riddarana E4 er bara of sterkur til að vera það, sko. Já, þetta hóf skemmtilega vegferð þessu riddara. Já, og mér datt í huga að hún myndi leika G5 en ég vissi að þetta væri nú bara, þetta er bara bullshit, sko. Það er aðeins mikið. Já, ég draf basic bara strax E4, já, bara. Og það er alveg C4. Og leik bara hérna strax og ég meina þú veist, fyrsta lagi drottning H5 er að fara að vinna peða H4 basically every time, þannig ég veit ekki alveg hvað er verið að hugsa hér, sko. Þú veist. Hún er eitthvað að reyna að fá okkar parið en málið er það eru 8 peð á borðinu sem að þýðir náttúrulega að staðan er tiltölulega lokuð, hálf gilína en whatever. En hugsun er stoltið þannig, sko, að teki eftir stúdinamíkin náttúrulega og allt það. En þegar eru svona 7-8 peð á borðinu þá er endilega ekki biskupparið það sterkt. Það er meira þegar við erum að detta í 5-6 peð á borðinu og þá er náttúrulega staðið miklu meira opnari, sko. Bara eitthvað svona lógisk sem að ég fann upp á, veit ekki.
Það meikar alls sens. Já, náttúrulega stendst ekki alltaf en whatever og þá kom náttúrulega bishop c8 og já, það var bara næsta skák Já. og já, þetta var Þetta var, já, svona tragicomedy klaufaleg, eins og þau kalla þetta. Já, tragicomedy-leikur. Já, Þetta myndi okkur á báða á hérna fræg skák hérna þar sem að já, þetta einmitt það sem að hvítur lék sig í nákvæmlega sama trikk. já, eitthvað 1900 og eitthvað, það Já, ekki þessi leikur hafa 3 þá kemur þetta leið 3 nefnilega. það er 3 sko. Já, Þú vildi meina þitt verið meira klína því að Dróni K5 með því var já, beint mát. það er einmitt það sem ég hugsaði sko, var að ef við tekum hina stöðun eftir þetta leið 6 þá náttúrulega er Dróni H5 mát í einu Já, mát í einu. sem ég búndaði niður við Ingvar að það er aðeins nettara sko. En já, Já, en þetta er ekki einu skákið sem er búinn. Nei. Skákið sem að voru ekkert spenntastu fyrir að hún var bara ekkert skemmtilega. nei, ætli Vigni var ekki bara, já, menna hann getur ekki unnið titilinn, hann Nei, getur bara einmitt. jafntefli og garantíð annarsæti. Alltaf ef hann hefði tapað mútið Helga Ás í dag þá Já, tæknilega sé hefði Dómarsúk getað fengið 7 Já, það getur náð. og náð honum sko. Já, hann jættir við okkar sem bara góðslut fyrir hann. Já, ég meina þú veist, hann er með svart og Já. ef hann vinnur, ok, hann vinnur hann en ef hann tapar þá náttúrulega Mhm. hjúts risk og Vigni náttúrulega Tekur tekur. C4 jú, hann er eitthvað að vera að tefla það, er það ekki? Þú þekkir það. Jú, það er eitthvað en ég má nú ekki fara að gefa einhverjar hugmyndir hérna í beinni. Nei, ég segi svona. Hvað fyrir Ísland 2025 það? Nei, ég segi svona. Já, en þetta er lína sem að, já, við erum það bara að skoða, ég tefla þetta svo sem ekki, en já, 7 DWC5 er náttúrulega talið vera, sem sagt, já, leiðir þetta línan, Já, en beint í kaupin. já, og Biskup E2 held í meilan hér, en Já, leikur þetta F5 fyrst. Já, Biskup Gutter er leikurinn. já, Ridda E5, það er svona ágætlega þekkt að fá þetta coordination með Riddan á D3, sem að virka dálítið smá skrítið, en ég veit ekki, stundum er það bara svoleiðis. Já. Það sé svona þar, Bjókur upp D6. Já, Með þá alveg með slatta skákum. já, Helgi á sig líka að tefla þetta hratt, sko, þannig Já, að já. hann lítur að skoða þetta eitthvað. Þetta er B3. Já, þetta Þekkt. er nú hægt, já. Svo Caruana 2017 til dæmis. Mhm. Já, það kom Ritter A5, Já, þessi Riddari A5 virðist vera einhvers konar hugmynd, sko. Já, ég maður rétt Ef ég að sé. svo Caruana skák, ekki maður svona. Ég held að hann fengi parið en svo gerist ekki neitt. Já. Cirka eftir þessu skák. Já, en já, hann Fékk svo svartur leikur. lokar svo sem á græna biskupinn, eða sem sagt ljósirða biskupinn. Já, Og það er ekki hægt að hörfa. Já, neutral Já, þú getur ekki að halda í parinu út af repetitioninu. Og síðan náttúrulega opposite colored bishop sem náttúrulega fórna peði, en það yfirbreytir ekki Já, máli. já, absolutt hvað með counterplay. Já, Já, en Biskup D2 hérna hjá Helga Ás. Já, svo sem lítið að segja, svo fóru þau bara í já, hópköp á Silunni og já, nákvæmlega. málið dött. Já, hann að, Já, er þetta að tefla svona stöðu til vinnings hjá tveim já, sterkum skákmanni. Heldur að tefla sig 0,0 eða plus 0,1? þetta er nú langt með einn. Plus 0,1? Já, Ég er sammálaður. en það er samt út að ég sá það áðan, sko. En, já, bara hann er eitthvað að segja að 0,2, þetta er náttúrulega 15, whatever, skilur. Þetta fer niður. Já, Já, þetta er eitthvað, þetta er basically 0.0. já, Herðu, já, Olga og Dagur Ragnarsson. já, kannski við segjum the best for last. Já. Það segja, ok. Já, bara svona fara svona aðeins yfir. Já, ok, Dagur talar síkilega vörð, maður sé þetta nú ekki oft. Nei, En en hann ég- hefur kannski verið bara sáttur við þessi afbyrði sem Olga er að tefla, eða hvað? Já, það virðist vera. Málið er sko að, Hún er alltaf eitthvað svona sideline, sko. já, hún er alltaf í ykkur sidelines, þannig að ég man að ég var meira sem búin að prepara eitthvað steikt fyrir hana. En síðan leikur hann það 1B þrómandi mér, þannig að, Já, Kann því. sem veit. en já, Biskup E7 náttúrulega meina hér, það leikur út af F6 fyrir þetta G5 og þú getur bara gefið. Já. Annarkvort leikur Biskup E7 að D6 fyrst,
Já, og D3 nú rosa hefðbundi. Ég átti skák í þessu daginn. Já, menn voru svolítið að tefla þetta, þegar allir voru að tefla 60 með svörtu, þá var þetta orðið svolítið algengt í... Já, en málið að Helgimálum. þetta actually mjög þægilegt á hvítt, in my opinion. Já. En aftur, þú leikur fyrst, býður aðeins með riddarann og G8, að því ekkert endilega að hann sé að fara eitthvað annað, en þú vilt bara frekar fyrst leika biskup E7 og D6, stoppa allir þessar riddari G5 hugmyndir. Og hérna átti skák daginn sem ég leik H3. Og allt ég var að segja, en Ali Reza teldi svona, og pointið eftir riddari F6 þá kemur actually riddari H2. Og pointið sem sagt að D5 reyturinn náttúrulega sára veikur. Já, það var beint í mannaðarreikur. Nei, þú fætti G4 nefnilega. Og þú mátti aldrei drepa þetta og það H-triple G actually gefur hvítum bara hálina for free. Já, ef þú erum með riddara og tapar manni sem er hérna, þú mátt alls ekki taka. Nákvæmlega, þannig að þú ert að undermæna sem sagt riddarana sem er að valda D5. Já. Og ég fekk alveg rosalega þægilega stöðu og actually bara vann skákina. Veit ekki hvort hún sé mættin í beisinu. Nei, þetta var á deildó sko. Þetta er ekkert svakalega uppfæri beisið til Nei. Ok. Þannig að þetta er eitthvað sem Ali Reza gæði. Já. Og já. Og það er H4 hef ég ekki séð. Nei, ég skilin ekki alveg. Og hún algjörlega blitzar þessu út. Já. Þannig að en málið var að Dagur blitzaði þessu líka út, þannig að ég held að Dagur sá örugglega eitthvað staðar að hún hefði telt þetta áður. Já. Og hugsaði að þessi lína er ekki neitt sko. Já. Þannig að það hlýtur að pointi. Já, ef það svartu blitzarinn þá hlýtur hann að þekki þetta sko. Já, en þú veist, ég telti með eitthvað skáki með þessum svörtu fyrir einhverjum nokkrum árum og ég sko, það telti með hvíta en ég var að sé H4 sko, en að klálega eitthvað sem að Dagur sá örugglega hún telti áður fyrir skákina. Ok, hún reikur hérna biskup í burtu. Já, og Dagur enn aftur með 30 á klukkunni. Já. Ok, tekur þessi 5 myndir hérna og hrókar. En og aftur hvítur ekkert að fara að taka þetta par endilega á E7, hún reyndi að gera það en... Já, en bara eftir þennan að því að... Já. Það er eitthvað kaupbótanir svona. Ok, hún tók að E7 og C3. Já. Dagur fyrir með E6, D2 og... Já, vildi sennilega ekki drepa á F3 Dagur vildi ekki drepa á F3 út af því að G-línum geta Já, lítur langkrokkar og far G-línum í svona. Já, með pari, með pari þá. En hvað er ekki að gera það? D5 svona leiðilega, já, dráttur F4, D5. Já. Pointið hérna. Það hvítur dreipur þetta beð og nýtir svartu leppurna hérna. Já. Langkrokkar. En þetta, ég er ekki alveg viss hvort að þetta allt stenst, þetta lúka smá shaky en veit ekki nú, ég er ekki að tefla þetta skák þannig að Tók hún á F1, þá hóta ég að drepa F4, þá kom það ekki F6. Samt átti skrítið að fá þetta að pefa F4, ég hef nú ekki séð þetta áður. D4. Spurning hvort að þetta sé eitthvað basl. En hann er nú heldur fljótur í að undermæna drottningavæng. Já. Já, því tegið allt C4, já, loka bara. Closing the store. GF. Já, og vill sennilega leika... Olga bara, hún er aldrei smeka fórnam. Hérna... Hún getur skipta með hérna. En það er alveg svona ágætis central control svona. Þessi riddar á H6 er svolítið óspennandi. Já, ég gott að segja, já. Já, ok. Dagur náttúrulega var þetta patta elskar... H4, já. Er hann materialiskur? Já, hann elskar bara að taka þessi peð og spyrja aðstæðinni hvað ætlar að gera í. Hvað ætlar að gera í þessi? Ég hef nú lent í því sjálfur, en ég er náttúrulega fórn að peða málið þeim. Já. En... Já, ég myndi örugglega að segja að það sé ekki nóg, en það lúkkar ekki svo nóg, sko. Nei. F3, ég ætla að hugsa að annars leikur svartu bara riddar G4, riddar F6. Og þetta er pointið, hún vil leika F3 og vil sennilega leika F5. Og pointið er að ef svartu vil losna við riddarna með einhvers konar F6 og riddar F7, þá er náttúrulega riddarinn á E6 algjörlega weak. En það sem ég sé er, ég er einmitt að sjá þetta hér, einhvers konar regrouping hérna, sko. Með kongur á það riddar í G8. Gæti verið að kannski mista þessu
segjum bara kongur H8, hvernig Já, við höfum ekki tíma í eitthvað svona því að það er onni hérna. Já, það er þess að það átt að leika F5 til að þetta PSG varði þann svona. Byrja að ríkla bara, eitthvað svona. Ég meina, Og svo er alltaf skák hann líka. En býta aðeins, það var alveg hrókur H1 og hrókur G1 nokkuð veginn. Og þetta er alltaf spurningin sko þegar þú sem sagt fórnar skiptamanni. Segjum bara leikið hérna. Að ég var að pæla hrókur G1, það skáka H6, já. Þess að var ég að pæla, já, hrókur H1 og bara F4. En málið er, ef þú drepur á D5, þá leikir C3 við D og á alltaf riddari C6 blokkeringu. Pointið er sko að þegar þú sem sagt fórnar skiptamunni er að þú ert að spyrja hversu góður eru hrókar andstæðingsins. Og þeir eru nú frekar shit at the moment. Augljóslega er svartur yfir materiál, en ef hann nær aldrei að koma þessum hrókum á einhverja gagnlega reyti þá náttúrulega á einhverja opnar línur þá náttúrulega hvítir reyna að halda svona halda kontról. En ok, þetta er staðan svona sjá hvort það sé bara leika ykkur. Ok, þannig að dagur að hugsa, dagur að nóg tíma, hann er 39 mínútur. Kíkjum að svo Hannes og Bárð. Þar var síkilega verð B3 hérna hjá Nissa. Já, þetta er nú frekar unambitious. B6 er talin vera equaliza ágætlega, en hann er bara að leitast af eitthvað svona skák. Held að biskup D3 hefur verið dálítið trendi í staðinn fyrir D4. Já, rétt meina hefur var kannski ekki þessi stað. Einhvers staðar er dronning F6 líkur. Einhvers staðar hér. Skoða. Nei, ég er með villist. Já, en bakkar hérna, ég held að biskup D3 eftir B6 þess að eftir B6 þá var biskup D3 var einhvers konar já, 150 skákir, það var einhvers konar trend 2019 minnum mig eitthvað kringum þar. Já, herru, ég man eftir þessu Kaspar Só. Já. Hann fekk góð stöð, hann hérna kom pen á F5 og með rosalega já, pointið er sem sagt að leika flott og svona stöð, þetta var í Singvild, svona einhver hraðskák. Já, ég man eftir þessu. Hann var algjörlega mála, það tímar ekki. Já, ég hef séð þessa línu áður. Já, alveg, það var algjörlega með hann í körlunum, sko. Já. Klúraður. Já, pointið með biskup D3 er að þú neglir biskup E4 mjög hratt á. Já, leikur E5 og biskup E4, alveg. Ég man ég var hérna þessu hugmyndi. Já. Já. Bishop D3, but okay, he played D4. Já. Take, og hann fáið svona brottgallastöðu. Já, og en hann fær samt ekki þetta coordination með C4 og riddari C3 sem hann myndi vilja. Nei, það er F4, þá tapar hann smá tíma hérna og fara eiginlega svona ekki best útgáfan á brottgætti. Menninu er svolítið klunnalegir hérna. Já, riddari myndi náttúrulega vilja vera á C3. Já. En maður getur ekki fengið allt í þessu lífi, þannig. Nei. Það svartur á nú að vera alveg í fínu lagi hérna. Já, spurning að setja hrókinn kannski á E8. H6, það lukkar dálítið veikandi. Spurningin er why? Hvað okkur ættir að vera hræddur við riddari G5? Já, einmitt. Okkur myndir ekki leika hrókur annarkvort FD8 eða E8. En ég vil eitthvað gott að hafa hrókinn svona mótið drottningunni í þessu stöðum. Nákvæmlega, en ég er að pæla sko ef að hvítur vill leika E5 þá náttúrulega væri hrókurinn þannig sé betur á D8. Já, það fyrir riddara. Snýst alltaf náttúrulega hvað andstæðingurinn er að fara að gera. Hvað er hann að hugsa bara riddarann, þetta er svona geta vídeó? Já, þetta lúkkar lúmst eins og þetta mun vera einhvers konar vesen. Komið F5? Já, fixar einhvers konar ljósareiti. Hann leikur þetta á þessu, þetta var point hans ok, en það er einhvers konar prophylaxis en það lúkkar smá artificial. Biskup B, mega sense. Þetta er C5, þetta er G4. Ok, fáum bara stöðun sem hún er hérna. Já, dronning F2. Já, I like white hérna, það er ekkert að frétta. Hann er helviti solid, hvítur hérna. Já, nei, ég er bara að byrja að hugsa einhverja mátapælingar sko. Já. Ok, dronning F2, hann hintar auðvitað á F7P en vill
sennilega kannski bæta drottning á G3 líka. Bara svinga drottning frá E2 á meira aggressívan stað, með einhvern sens. Og við sjáum oft þegar í rosalega mörgum stöðutífum það sem að andstæðingurinn er með P eða E5 eða E4. Já. Það þýðir oft að þetta space advantage þýðir oft að maður á að gera árás, sko. Biskupinn er góður hérna. Já. Það er það. Það eru klárum að kíkjum á Alexander Domansuk og Gumma, það eru bara að skoða. Já, ná upp öllum skákunum. Það var Triangle Slav hérna, C6. Já. Sassi-leiktur C2 sem er svona leið til að forðast þessa alteóriur. Já, menn er líka að leika eitthvað svona riddari PT2 og eitthvað. Gummi tóku C4, blikkan á B5. Það var C2, biskup E7. Já, sennilega á hann að leika E4 hér. Já, það er aðaleikurinn. Held nefnilega að málið er að hann er að rugglast smá á byrjunum, sko. Það yfirleitt þá teflir þess að drottning C2 línur á móti Triangle Slav eða Slav, þá viltu yfirleitt leika G3. En það er einhvers konar difference út af því að riddarinn á G8. Já. Þá er svartur svo fljótur með því að developa drottningavæng í staðinn og sleppur einmitt þessu einu tempói og við sáum að hann actually lendir hérna í vesinni setna mér, þannig að Já, eftir G3 þá kom riddari D7, riddari C3 og C5 strax. Já, og þetta er mynd það sem ég talaði að riddarinn á F6 hann kemur seinna og þú fljótar að leika hrókur C8 og koma allir með X-ray á drottning á C2 og eins og Tölvan sagði áðan þá er svartur bara komið þægilega að tafl nú þegar. Já, ég sá með riddarinn með B5, hann er alltaf að drottning A5 skák og tekja D4 og þá er þessi leppin hann leiðileg. Það er báðar. Það valdar peðið með taktist þarna. Hvítur tóku C5, biskupur C5 og hérna valdar hann aftur taktist af því að ég með þennan núna til dæmis, ég veit ekki hvort ég sé eitthvað annað. Já, þetta lúkar bara búið. Það er biskup G2 og þá kom þessi þetta X-ray og hugsanlega B4 er nú þegar hótun, þannig að Já, til dæmis hvítir hrókar, hann kemur B4 og það er ekki góð reyti fyrir riddarinn. Já, og biskup F2 bara út af því að hann sleppti þessum riddara. Já. Aðeins stoppa B4. Já, og núna kemur hann út eftir að búin að fá allt sem hann vildi basically. Þetta er rosalega góð hérna, svona Katarinn-staðar svartur með. Eða svona, góð stað á móti Katarinn. Já. Þannig svartur búinn að leika C5, í Katarinn er svartur alltaf að reyna strögglega að leika C5. Já, nákvæmlega, og líka hann veit alltaf nútrúlega þess að biskupinn á G2 og hér sjáum við nú þegar að biskupinn er nú þegar á skálínni, þannig að svartur þetta er svona það sem að kalla draumastaða og svartur er sennilega með bara betra tafl. Nei, ekki sennilega, hann bara er með betra tafl. Og en þá er náttúrulega spurning hvað gerist svo. Já. Vill tróða drottningun hann á B7, gerir það. Já, typikal regrouping. Og hann skiptir upp og getur verið alltaf tolerata þetta batteri á skálinni og lengi. Fær hann F3 ritt. Gefur P, hann er líklega tímabili. Tekur þetta P, ok. Interessant. Rittari E4 erur. Skemmtileg drottningafórnina, mountain á F2. Já. Og náttúrulega mátti ekki taka á E4 þá skipti svartur plan og tekur bara drottning á B5, hún var alltaf nóvöldu. Já, drottning nóvöldu, strákum minn. Biskupinn er einn. En spurningin er How to get a pawn back. Ég veit að Guðmundur var með betra alltaf áðan en núna hann er alltaf eitthvað að flækja þetta en hann er með alltaf að horfa klukkuna alltaf, praktikali hann er með hálftíma verið en Domansuk og 10 mínútur fyrir 20 leiki í flóknari stöðu, það er náttúrulega já, það er ekki eitthvað sem að menn vilja vera að ganga í gegnum sérstaklega í seinni stund fyrir móts. Drottning A8, hvað? Já, ég meina þú veist Ég sé ekki að tekja B5, ég vinn ekkert B tilbaka. Jú, ég get ekki tekið á B5 og tekið E en að tekið F2 þar. Jú, reyndar. Já, ok, já. Það er rétt. Fær kannski Hvernig er sú staða? Já, hvernig er sú staða? En það gæti líka verið að, eins og þú segir, drottning A8 að þetta lúkkar nú
Hann vill að það Já, þetta hlýtur nú. Nei, örugglega er þetta D3. D3. Jú, út af D3. þá þarf hann að leika hrókur E2 og Skal láta hann veikja sig eitthvað? Er ekki A4 veiking? Já, Eða hvað? ég vil líka pæla í riddari shit, en ég er nú ekki alveg viss hvort það sé bara Hér? Já, þetta er bara flugveldar sko, Já. óþarfa. En já, ég hugsa að riddaran D3 setur einhverja pirrandi pressu í staðinn fyrir E4. Já. Og kannski leikur eins og E5 hér fyrir einhvers konar restriction. Já, ekki eins og nefjur, bara Já, bara reytina riddaranum. Og já, first of all, en síðan að hafa E4 setna með sem er svona backbone fyrir riddaran D3 út af því að örugglega í þessari stöðu já, væri örugglega hvítur til að leika riddara F4 og leika G3 með F Já, einmitt. og eitthvað svona kongur F2 og Ok, hann á allavega þetta. Sem þetta hlýtur upp þetta svart. og ég var bara eitthvað að pæla sko eitthvað hrókur D1 og hrókur D8 bara og síðan enn eftir að það kemur eitthvað svona þá er alltaf með þetta E4 sem svona backbone. Hilmur, það búin að heyra gleðið tíðindi. Við fáum gjafabréf í golfverðarmi frá skálanum. Það er svoleiðis. Það er svoleiðis. Já, ég reyndar held ég aldrei. Það fyrir alla keppni, þarf að klára allar umfyrirna til að fá það. Ég spurði þetta 11. Það er 11 gjafabréf. Er ekki 11 eftir? 11. Er ekki 11 keppni? Það er 11 keppnir, jú. Þetta sem hætti. Það sem hætti. Já, ekki. Kannski maður fyrir að prófa golf eitthvað. Ég er aldrei prófað golf. Margir sem segja að þetta sé allra besta og skemmtilegast íþrótt í heimi. Já, allra eftir skákinni. Það er útbúið. Verður þið þetta í lokaáinu? Já. Ég seti ekki náttúrulega út af þetta. Glæsilegt. Takk. Já, þessi staða hér lúkar klálega betra svart og þetta er typikal Guðmundur að taka eitthvað svona endatölu sem eru þægilegri. Já, hann tekur oft einmitt, frekar í svona heldur Já, heldur hann að forna P-inu og já. Er hann búinn að gera? Nei, það er ekki búinn að gera Já, og í lokastöðunni þá einhvern veginn var svartur með enga veikleika en hvítur var með einn veikleika og E3. Já, svona B2 aftur átt eitthvað líka. Já, og já, í endatöflum viljum náttúrulega vera að búa til veikleika hjá andstæðingunum og síðan sennilega á endanum vinna 1 peð og síðan sigla sérunum heim. Ég held að þetta sé betri leið heldur en eitthvað raunhattadróningum. Já, hann er búinn að fara í þetta. Hann fer í þetta. Já. Tekur og hrókur. Já, þetta er bara forced, ég meina, þetta er bara allt forced. Ég veit það líka, maður sjá. Með á fyrir stöðuna. Já, hann með taka þetta peð F2 og sennilega leika riddari D3 út af það er eitthvað svona tempo. Já. Hann vil náttúrulega koma hrókinum að F8 einhvern veginn í spili, hann er náttúrulega ekki að gera neitt at the moment og þess vegna taldi ég þetta tempo og D3 vera gott. Já, og E5 lúkar pretty nice as well, sko. Já, hann er lokinn. En hrókur eftir að það væri örugglega líka góður. Það hlýtur að taka eftir, það er ekkert annað í stöðun held ég. Nei, ég meina hann er peð undir, hann þarf náttúrulega að fá materiálið sitt baka. Já. En þú átt einhver leik sem er eiginlega only move. Leikur alltaf, ertu stundum með svona ég ætla að reikna næstu leiki áfram og ekki láta andstæðinginn vera næst stöðunni eitthvað svoleiðis. Það heit ekki það sé ekkert. Það er bara leika. Já, en Smegðu move. Já, ég meina þetta er bara betra á svart. Ég meina Dómur svo tekur bara á sig veikleika á E3 og á móti hverju. Jú, sennilega með 2 á móti einum á drottningavæng en eins og með riddara D3 ef hann er stabiliserað þar, ég meina opið skona C5
hvernig ætlar að setja A5P og líka hvernig ætlar að leika B4, báðir þessi kalla stoppar náttúrulega B4 og Já, hvítur bara í vörð, sko. já, ég meina þetta lúkar bara eins og mínus 1 allíst, sko. Ég skil samt ekki af hvernig tekur ekki eftir, hvað getur það að hugsa? Já, kannski bara hugsa framhaldi. Þú veist, menn kannski, út af málið riddar F2 kóngur G, þetta náttúrulega fórst, þannig að bara, kannski bara hugsa framhaldi í staðan fyrir að drepa. Já, það kannski kemur út eitt. Já, það er að gera argument fyrir báðu svo sem, en örugglega flestir myndi bara drepa F2 á nano, sko. Já. Jú, býttu, hann kannski að hugsa eitthvað fyrir að hróka upp í 8 fyrst. Þú veist kannski telja það, ef hann leikur A4 þá einhvern veginn hvítur búinn að veikja B4-eitinn og basically getur setið mjög þægilega á B4 og valda A5 svona forever. Þú getur, hvort þau gert það eftir, riddar bara eftir kóngur G, riddar D3, hrókur E2 og leika þá, hrókur B8. Já, en þá var náttúrulega hrókur E2 að valda B2, þetta var... Riddar D3 líka? Já, riddar náttúrulega, já. Það alveg rétt fyrir. Svo spurning, veit svartur ekki að leika A4 hana sjálfur? En kannski hann eitthvað pæla, sko, ef hann drepur á B2 með hrók, skilur án þess að vera uppskiptið, þá hrókurinn á B2 með aktífur, skilur. Og það með hrókurinn á E2 þá náttúrulega myndi það vera uppskipti. Þannig að þetta einhverja pælingar hjá okkur. Já, allt og kassa. Þetta allt stöðið bara. Brilliant, takk fyrir það. Já, ég kannski að kíkja eftir á einhverja aðra hérna. Já, Óli gummi lengi þessu. Hvað maður að hugsa? Já, hann er örugglega að hugsa að hróka B8 eða take F. Sterkir skákmenn hugsa sér alltaf þegar þeir eru með valkosta. Já, ég var að gagnrýna Helga á sig ykkur stöður, ég held að þetta verði eitthvað svo... Já, fór ég hugsa málið, það voru fleiri leikir í búið. Já, nákvæmlega. Ég kunni þetta Núna sé ég good move. Já, býðum með hægir. Hann lék kóngur H8. Já, hrókur G. Og G njá Olgu. But why not? G6. Why not Knight G8? Já. Já, betur það riddari F5 væri bara búið, kallar mig. Já, í þessu stöðu. Já, riddari, já, þetta með... Við leikum riddari F5 á. Já. Það hlaut að vera eitthvað, sko. Já, við vorum ekki hörgastæki, við skoðum þetta hérna. Já. Þá leikum við riddari G8. Já, en já, væntanlega leikur hún hróknum á G-inu strax og býður með valmöguleikar að leika F5 eða ekki. Kemur F fyrir þennan. Já, þetta er miklu betri leikjaröð. Þá leikur hann hér. Sennilega... Taka reitið. Já, og sjáum að hann er svo sem ekkert þannig sé að veikja... Það lúkkar alveg smá riski, en þetta er náttúrulega bara spurningin er Olga að fara að gera eitthvað því að náttúrulega long term er hún með tapaði endatalinu. En núna ætlar hann að nota frumkvæðið svona til sín hags, en... Það getur að skjóta þessu minn. Já, en ég er ekki að sjá neitt í lífum svo þetta sem alltaf, sko. Já. Jú. Leikur þetta sér? Leikur þetta sér, já. Ég er actually... Þú getur þingað hann til að... Málið já. Leika F6, sko. Sko, ok, segjum bara eitthvað skonar... Ég ætla bara að segja hvað ég er að hugsa þarna. Ég er að hugsa... Í fyrsta leið, A7P þannig sé onni. Ok, leikur hér. Það sem ég er að hugsa er sko skák. Það var að leika F6. Seindu kóngur G8 bara? Nei, sé að valda. Já, þú veist, já, ég var actually að pæla kóngur G8, sko, en hérna... Sko, málið er F6, ég er ekki alveg viss, sko... Það er svolítið weakening, sko. Sko, ef það leikur F6 núna, þá... Er þá ekki pælingin að taka... Tekið kóngur B1... Svo, bara skoða eitthvað hérna. Kóngur B1... Svo onni hér fær tempo, en... Ég er ekki alveg viss. Sko, hann annarkvæmt leikur F6 eða... Hér, en þá var ég að pæla, sko, hvort að þetta heldur sóknin áfram. Hóta allir að taka hér, eftir HDBG. Það var náttúrulega hrókudrifur onni. Út af leppunni hér, sjáum það náttúrulega. Þannig að... Og skák og F4, eins og menn segja, þetta er bara skák, bara kóngur B1. Óðsbreaking B1. Já.
Þú sagðir þetta daginn og þegar ég var að keppa móti Vigni, þá var ég eitthvað að pæla að fara einhverjar aðgerðir, sko. Og þá fékk ég það í heilan þegar þú sagðir Always play King B1 daginn, sko, og ég var eitthvað, sennilega hefur maður rétt fyrir sig, þannig ég lék Kóngur B1, sko. Falleg. Já, stóð maður sér. Always play King B1. Já, þetta svona það sem ég að pæla, þannig að kannski F6 leikurinn þá, eftir skák, hún hlýtur eftir skáka, ég meina, hún var að halda þessu gangandi, hún getur, sennilega getur hún að drepa Asi og... Það ekki að drepa Asi, mér er sérst að ræða tempóið þar hvort þið Vinnur þá 1 peð, þetta kannski það slæmt, ég meina, þetta eins og menn segja, hversu góður þessi hrókar, og... Hrókar A6, ég reyndi að A6. Hrókar A6, við viljum kannski hleypa honum hérna. Já, þetta einmitt eitthvað svona typikal dagur með eitthvað vesen, hrókur A6, eitthvað svona, hann náttúrulega mjög resourceful, drengurinn. Já, og núna erum við að tala aftur þetta principle, hversu góður hrókan og leið og leifir eitthvað að drápa A2, þá náttúrulega þetta activation komið í gang. Þannig að ég myndi aldrei treyta AP-unum ef ég væri skiptamanni undir, út af því að hrókanir þurfa að sína opna línur alltaf, en eins og þeir ekki með neinar. Ekki frekar en einar. Já. Þannig að skákur D4 lúkar mest lógískt og ég held að Kóngur G8 F5 alveg eitthvað skonar beigla. Hún skákar á D4. Já, hún skákar á D4. Þetta náttúrulega in the spirit. F6 og drottning D2. Já. Maður sjá. What is this? Ok, nú komum alltaf samt þessi veikingana og nú drottningin svolítið stökklega, hann að hugsa það eitthvað? Nei, það tekur. Þú myndi aldrei vinna hana? Nei. En hvað, Það líka búið veiki SS-réttin, nú fyrir kannski riddarinn bara tilbaka líka á D4. Já, nákvæmlega, og þetta náttúrulega það sem ég talaði áðan þegar við vorum að skoða Kóngur 8 riddari G8 sem hefði náttúrulega verið það besta. Ég sagði hann bara drottning D2. Já, ég bara aðeins að skoða það. Hvort það sé eitthvað annað. Ég ætla að bæta þess að ef við náðum riddarinn minn á E6 ef leiðum leikur riddari D4 og hóttur riddari E6 þá völdum við F4 þá fyrir við að hóta drottning G2 og okkur H1 bara leiðindi. Þetta sé ekki alveg sennilega nærbætur. Þú ert svona bótaskamaður. Já, ég meina play it, sko. Play it, sko. Ég, kannski matið mitt áðan þetta væri sannlega ekki nógu töluvert að breytast og ég actually myndi að taka hvítina, sko. Það ekki, ég meina Ég held að hvítur, sko, tölvan alltaf mjög materialistik, þannig að kannski segja tölvan mínus 0,5 eða eitthvað. Við vitum ekki, við erum náttúrulega ekki með engine á, en maður ætla að hugsa í svona mannlegum þættum, þá náttúrulega þetta einhverja erfið að tefla svar. Já, riddari G8 var einhverja bæta riddarann, en nú maður kannski leika riddari D4. Riddari E7, riddari E6. Reynlína. Já, spurningin erum með eitthvað leik og það málið að maður alltaf að pæla í því að riddarinn sé að stoppa riddari E7 sem er plan svarts. Þannig að ef við bökkum strax þá náttúrulega leyfum við svarti að gera planið sitt. En eins og það þá bara Kóngur B1. Nei, ég segi svona. King B1, óvisli. En maður kan bara sjá þetta hérna. Segjum bara svarta líka hérna og hérna. Já, náttúrulega. Maður skipur rúk og drottning G2. En þú ert að lenda í eitthvað svona beiglu með C4 eða ekki? Jú. Tekið og drepa á C4 og sennilega tekið á F4 og forna exchange-inu tilbaka kannski. Hún það hérna þetta í lagi svona, ég vinn ekki að drottningu. Já, nei, ég sá ekki einu sinni að fólkur hafa verið að festa drottninguna, sko. Ok, þannig að kannski ekki sniðut að hleypa hún strax út hérna. Nei, en sko býta eins, þetta ekkert stress út af þú leikur náttúrulega bara Kóngur B1 hér, hérna. What's wrong with King B1 hér? Tekið og þá leikur náttúrulega C3 og það er ekki pein á línunni núna.
og ég meina drottning H6 actually ekki að sleppa neitt. Drottningi kemst ekki til G7 eða F8. Þetta bara hótturinn og þannig getur sko. Já, en núna spurningin... Og F5 ekki eins og leikur því að það máta G7. Þannig að þetta bara unplayable, eða hvað? Skoða þannig að setja byrti á borðinu. Svartur þarf að finna eitthvað núna sem að stoppar þessa 2 leiki. Þannig að við erum að tala einhvers konar hraða frá svörtum, en hvað að frétta á skelinni? B3 kannski? B3 move? Ég meina, með þessum hugsunarþátti finnum við náttúrulega B3 strax. Og ef A3 þá kemur bara hrókur C2. Og hann sennilega að... Ok, ég tek. Já, ég tek. Já, það dobla bara. Já, ég ætla að dobla. Dróðan getur á hrókur B8 og hrókur H1 þá myndir tapa húsinu eftir tekja B2. Yes. B3 move. B3 move. Counter, just in time. Já, ég var líka með einhverjar aðrar hugmyndir, ég er allir að sjá eitthvað hérna. Hvað með... En eru kannski elda, maður sjó. Ég var með að byrja að pæla í einhvers konar drottning D4. Málið alltaf, það er best að leika C-D, en drottningin samt ekki það mikið að reyta Pointið mitt hér að drottningin má ekki færa sig út af hrókur G kannski? Já. Hrókur G4? Já. Út af náttúrulega drottning F6 væri náttúrulega mátt í 2. Já. Enn og aftur, hversu góður hrókarnir? Þeir eru drasl. Og ég var með að pæla sko Kongur C2 bara? Kannski kongur C2 og hrókur H1, en ég held að hrókur G4 Ok, en það bara til að sýna segjum bara eitthvað veisla. Nei, A5 tapar hróki. Hrókur G4 skák, kongur C2 hvernig í ósköpunum ætlar að valda drottning bara F6 og bara mát. Já. Og skákar hérna, ég meina, við getum alveg farið í eitthvað svona eldingaleik, en kongur B3 og all is safe, og þú getur ekki valda þetta peð. Hrókur F8 A5 move. Ég er tilbúin að bara núna. Já, en já, ég máti Já, mér er drull, skilur. Þið er drull. Já, ég er ekkert að fara að taka hrókinn, sko. Þá væri ég sennilega mát. Túmót. Já, ég er mát í hvað tömur ekki. Og tekja byttu, það er sennilega mát. Já, þannig að ég er ekkert að fara að snerta þennan hrók. Ég fer náttúrulega bara hina leiðina og máta þig. Þannig að þetta er nú interessant, sko. Já. Hvernig er tímavesinni? Ötti þetta ekki? Jú, herri, hún lék einhver, já, hún er búin að leika einhverju, út að það stendur að dagar á leikina. Hún lék ekki þetta D4? Nei, það er ekki hún. Hvernig þú réttar þessu? Já. Hvað hérna, já. Stendur samt að dagar á leik, en ég trúi nú ekki á hún. Þetta nú bara... Nei, það er olgaður leikir, sko. Já, ok, þetta var eitthvað... Það kemur stundum... Jakabögg. Já, það erum að fikta í þessu. Það er ekki alveg. Ok. Olga að vera tíma... Þetta er... skemmtileg staða. Já. Maður myndi alltaf vilja hafa kvitt í þessu stöðu, sko. Já. Það var skemmtilega að teppa stöðuna og... Það er verið svartan að leika. Já. Nei, ég sammála því. Ætli þetta D4 sé ekki bara mjög skemmtilegur það? Já, að því mér finnst, að því hún leik sko... Hún gerði náttúrulega þetta... D4 skák hún tilbaka. Já, hún gerði þetta operation náttúrulega til að fá SS-réttin. Það veikja SS-réttin. Þannig að hún væri mjög konsistent að fylgja planinu með því að... Vildi fá þennan fram og þá veikja þennan. Þá finnst mér, já, og báðum lógist að hún vil líta sér það með þetta D4 SS. Þannig að fylgja planinu. Yes. Nei. Byrjar hana, ok, sem kannski fullhægt fara, en... Ok, þetta var samt actually leikur sem ég var að pæla áðan í. Já. Það var reynda nýtt saman við ykkur variantum, sko. Já, ég var að stinga upp á kongur B1 og ég hugsaði líka kongur C2, en... Sko, það gæti alveg verið þessi besta leikur í stöðunni, út af því að, enn og aftur, planið hjá svartum var náttúrulega að leika riddari E7. Já. Það bara hlýtur að vera. En kannski vill Dagur bara hafa hennar riddari á G8. Alltaf bara F6. Kannski Dagur sé lengra. Já. Og fatta það, eftir riddari D4, þá ætti hann bara að gera eitthvað allt annað. Og eftir riddari E6, þá fara hrókinn.
og segja bara að riddarinn hér valdar og við erum ekki að hóta að drepa riddarinn aldrei út af því að riddarinn fyrir. En þá erum við samt farin að hóta að treffa drottninguna ef riddarinn kemur í E6. Já, hann rétt. Þetta lúkkar bara... Það allt lók læs. Já, og hálínan opinn. Svo við erum með tvískiptan sal, sko. Það allar skakkina búnar á sömu hliðinni. Já. Það akkurat með allir myndana. Kíkja örstuðt á skakkinnar. Hann lék riddari E4, já. Hver? Gummi. Já, ok. Já, svo stafra. Já, við fórum á... Já, ég sá það bara smá blikk sem kom. Já, þetta hann svo borður, þar kom... Hérna hefur eitthvað breyst mikið. Já, breyst rosalega mikið, sko. Þetta D4. Já, við sáum hér eftir riddari F2, prógrafið átadróngi F2. Já, við sáum þetta á það, rétt. Við sko F8. Ok. A4 kom B5. En byrju bakkaði aðeins hér. Dróin C2 bara G6 og það ekkert að fretta. Ég trúi því allavega riddari H4. Það alltaf hóta á móti einum, ég menna... Það var B4 líka. Nei, ég dreip það bara. Já, það hrókur það, fyrir ekki? Ég steindreip það. Steindreip það, sko. Þannig að dróin C2 það er alveg G6, ekki? Og riddari H4. Og ég er með eitthvað svona lús... Nei, betur, hann valdaður hér. Ég var að pæla, sko, tekið. Ég sýndi bara. Já, og svo tekið H7 og... Ok, já, bara til að sýna... Nei, ég veit ekki. Jú, segjum bara til að sýna dæmið, sko. Var eitthvað að pæla eitthvað hérna. Dróin G7. Og var að taka H7, sko. En já, þetta virkar ekki, þannig að... Út af hann er valdar. Það er nú kannski að byrja á B4 í einhverju stöði, sko. Já, jú, sennilega. Þannig að þetta er eitthvað svona tactical liability hérna. Já, þú getur ekki sem að drepa H7 núna og leikið B4, sko. Sem dæmi, mögulega. Já, bara tekið tvisar og... Já, það er rosalega beðast það samt. Og leikið B4. Það kannski að... Nei, en þá kemur þetta af 4 og... Já, ok. Já, ok, en... Já, þetta... H4... Be concrete, og ég skil ekki... Þetta... Og ég er nú þurfa að finna hvað að þessu. Þú veist, okkur leik hann þessu ekki. Ég meina, þetta bara kom alltaf mér í koll strax. Já. Ég meina, við erum með þetta peða í F5. Það er eitthvað veikir reytir hér og þar. Og við einhvern veginn notum... Við notum með tíman hérna vel. Þú veist. Nei, það sé ekki. Tempo hér. Og eitthvað skonar... Ég vil ekki segja að þetta var tempo, en... Þetta er alltaf að byrja að lúka. Þú veist, þetta getur verið eitthvað vesen. Meiri segja, sko... Meiri sem er hugmyndir eins og að leika hrókur F6. Ef þú drepur, þá ætla ég bara að segja... Fá þetta peð og hvernig ætla að stoppa riddari G6 kjölfari og það, ég meina... Lúkar ekkert eðlilega hættulegt. Þannig að svartur þarf að gera eitthvað. Ég ætla bara að demonstrata hér. Það sem að ég er að pæla. En segjum bara, ok, hann tapar 2 leikjum, segjum eitthvað hérna. Teki hérna. Allir er eitthvað vesen hér og eftir hérna þá getur við sannilega að gefa eftir F7. Og það er alls konar discoveries hér og... Þetta er svona sem ég er að pæla, sko. Mér líður eins og... Veist, ég hefði definitely leikið þessu. En ok, G6. Og þetta er líka svo typikal Hannes. Mér finnst það oft verið svo fljótur á sér þegar hann kannski þarf þess ekki. Já. Veist, hann tekur bara mínútu hér, skilur. Eða 2. Það er bara B5. Já, hvað gerist? Þetta er skemmtilega út. Já, ég meina, þú veist, þetta er alveg in the spirit. En ég meina, kannski þetta líka gott, sko. Ég var ekki búinn að vita það. Það býtum við parið. Parið opnar stöðu er náttúrulega góður faktor, en við erum ekki hitt lúkkaði bara eins og hvað ætlaði að gera með svartur. Já. Og svartur með alla kallana sína einhvers staðar, placeera þar og hér, en
En hvað? Apparently riddari G5. Já, þetta low def, sko. Þetta G5 svona skrýtilegur. Eitthvað sem maður dottið í. But ok, hvað í gangi svona í stöðu? Já, riddari G5 will sennilega interfere með biskup E4. Já, This is the tekur problem. F4-in. Já, wow, ok. Unusual theme, sko. Já. Já, ok, kannski stóð ekki. En hvað? Þetta F5 einhver stöðu? Menna, þetta lúkkar náttúrulega sjálfsagt biskupa, sko. Já, það kannski konkrét, bara getur ekki biskup A3 í stöðun, eða? Bara vinna mann. Sko að þeir eru fókus í 1. Já. Einhver riddari... Nei. Hvað er þetta? Riddari D3 option þá? Já, hann ætla sennilega líka riddari D3 strax. Biskup A3 riddari D3 bara spontant? Já, þú náttúrulega að hafa drottningar á DSS valda, annars það bara náttúrulega kalli. En já, skoðum við þess. Ég meina að hann fara á leika hér. Þetta einleikur, annars tapast kallum bara. Annars tapar bara kallinum. Það svo sem að leikar okkur setja fyrst, ég veit ekki hvort það er betra. Nei, þú getur það ekkert. Þá er drottningin ekkert völdu. Það er drottningin völdu, það er rétt, já, við nöfum hann. Drottningin er ekki völdu, sko. Þú smá að segja þetta. Já, hann þarf að leika hér, bara halda tenginu hér. Og menn að pæla, er menn með eitthvað drottning A7 leik hérna? Eitthvað svona drottning A7, hvað, rókur A8 og bara tekið það. En þá áttir að skáka B6. Já. Nei, en hérna tapar manni líka. Já. Þetta tapar manni. Þannig að ég veit ekki, ég er nú hægt ekki búinn að reikna þetta allt, en drottning A7 lúkkar. Drottning bara C6 eða? Já. Nei, þetta ekki D3 og riddari F5. Nei, það blöndar að máta eitthvað. Já, blöndar að máti. Já. Þannig að máta sig. Þá hérna væri Bárður búinn að... Þá var lenka komið næst afleikin þetta. Já. En alltaf Bárður blöndur að máta hann á móti Dómarsúk, þannig að hann væri nú heldur feginn að fá þann greiði tilbaka einhvern veginn. En... Það er hann síðan sem alltaf leikur. Já. Það lúkkar eitthvað shaky, ég er ekki alveg að kaupa það, sko. Á svarta? Já, ég er alveg að kaupa það. Ætti kannski að vera eitthvað hér tekið. Ég held að ég get... shit. Hvað vilja menn fara, sko? B5. Ég frá C7. Þú ættir kannski hrókur A8 líka. Nei, þá get ég dreipið A8 á C6 og riddari F5. Já, riddari F5. Þannig F7 líka. Hrókur C3 og... Já, tekið á F7. Þetta er line continuous. Já, line continuous er rétt. Ég menna... Always look one move further, sko. Já. This is a tricky game, you guys. En... Núna hlýti bara að taka þetta og segja bara Já, too connected. Who is gonna stop this? Jújú, jafnt á PV minna mæntalega en who is gonna stop this connected? Og þetta hlýtir vunni. Leave no further comments hérna, sko. Þannig að er ekki drottning A7 lúkkar. Þú verður öll með kvítt og náðan tíma. Þú verður að reikna biskup A3 bara as well as you can. Já. Því að þetta ég væri nú þegar þetta geti gefið unni tap, sko. Ég væri nú þegar alveg gífurlega mikið að skoða drottning A7 hérna þegar ég verði það blessa skák. Já. En byrju, er ekki bara... til eitthvað simple shit, bara... Ég ekki bara drepið það. Nei, byrju, hæ? Já, þetta er bara háseftur G5. Hold on a minute, sko. Ef þú tekur hér á leikir riddari E5, Queen D4, perhaps. Já, sleppur. Nei, byrju, line always continues einhver. Þetta er line continuous. Verta hans bakur. Knight takes F7.
Ég vil líka bara, já, lítur að taka hér og fóta tempo. Þetta sannlega betra hvít. Peði yfir og... I think we can do better. Já, en... Og síðan náttúrulega er bara A3, náttúrulega að skoða það. Já, þá spurning með að taka H7. Já, en það líka spurning með að... Jú, við tökum bara H7, Ritter G5. Það allavega í B7 að viljum og kóngur Nóbel, sko. Já, en við erum náttúrulega að sakka manni. Já, fyrir ekki með þessi sem var með skák. Já. Já, ok, fyrir ekki Nei, en ég er samt að... Það er samt kannski alveg allir lagi samt, sko. En maybe a move like Rook E7 eða kannski... Já, E7. En þetta lúkkar samt... Queen 5 HT, sko. Já, sorry, ég glemdi líka að kongur geta hana. Must play G7. Já, nevermind, hann leik bara Ritter E5. Það sleppum þessu bara, en af hverju sko, af hverju... Það býttir það hægur, nú hóttum við F7. Getur leikið biskop A3 svo. Og það tíminn better, eða hvað? Perhaps totally winning. Og það ef þú leikur Ritter F6 þá liggum við að þetta sé good night. Þetta sýnist mér bara að vera good night, sko. Já. Já, whatever. Ég sáttur hann ekki F7 H7, þetta er mjög sama mát. Þetta er bara búið. Þetta er ekki bara tent. Þú veist, hvítastaðan er svo aktív, það er allir kattarnir góðir. Og valda náttúrulega Ritter í D3, biskop A3 núna. Rók 7-8, þetta hlýtur að tala. Þetta lúkkar. Hvað kallar það að teppa? Ég get samt leikið Ritter í D3. Það er að missa það. Hvað, núna? Nei, ekki núna, en þú veist, segjum Ritter F6 biskop A3, eitthvað. Ritter F6 reynda að tappa. Já, segjum bara... Þú var að valda þetta núna eitthvað öðru í því. Hvað er það líka? Nei, menn hvað er það að valda þetta? Hvað, hrókur F8? Þá liggum við að ekki tekið F7. Þá er biskop A3 góður. Af því þá getur þið bara D6 F8. Já, en líka bara, hvernig er það að valda þetta? Já, það er þetta góða punktur. F5 er ljótur. Hann er ljótur kannski... En notar actually peðið sín í þetta skipti. Það er F4 þetta. Já, þú þarft að leika F5. Þú getur ekki valda þetta peð án þess að tapa... Ok, F5, biskop A3. Já, þetta er mjög, það hangir að bláð fyrir það. Svo jafnveg spilum sko bara F5 Ritter í C4, sko. Let's flip the board hérna. Flip the board. For a second. Hvað er... Þetta lúkar ennþá meira að taka núna. Það er ekki síðan mórum. Wow. Þú verður að leika F5. En ég meina þá... Já, sko, ég held að þú getur í vestafalli leikir bara Ritter C4. Dróningi þarf að valda þetta ennþá. Hvað kom þið? Hvað segir dróning C... Já, hérna kannski. Þá kemur biskop E5, eða ekki? En hérna, á, kemur... Queen G3 move. Já. Þú verður náttúrulega að geta þetta skotið en Ritter A3 hérna líka að unni parið, sko. Já, hérna. En það er kannski ekki mest relevant faktor. Hérna, ég get ekki að vera á D7. If here, then maybe this is hanging. Þetta er bara ertu aldrei þetta, sko. Þetta er bara too much. Menn þessi biskupar eru bara... Þeir eru bara að fara að drepa þennan kóng, held ég. Já. Já, það spil ég fint. Já, við telum þetta sé bara... Critical fyrir svartal. Ég meina, nema að sé eitthvað svaka resource hérna þegar maður bjargar skákinu. Ég meina, það er triple attack á F7, þannig að getur nú valla að valda meiri segja að leikur hrókur F8 þá tek ég bara F7 samt, sko. Og segjum hrókur F8 það. Þetta hlýtur að vera eitthvað katastrófar. Það getur ekki að vera. Kannski F6. Þannig að barður alla klárt maður að sé djúpt í hugsi hér en staðan örugglega töpuð. Ég meina, ég myndi taka kvítt hérna. Já, ég myndi vestafalli hérna. Já. Og með, enn og aftur með þessar 2 connected og skipta menn yfir. Þá ætti EP nú ekki að vera... Endatöfli er alltaf gott, sko. Já, endatöfli er gott, árásin er góð.
Já, þetta bara að tapa. Já, allir þessi faktorar, menna. Too much. Yeah, let's go next. Just too much. Bara hausverk þetta á sunni, sko. Too much, yeah, sir. Þegar hann fór á E4. Gummi svona meira, ég veit ekki hvað, þetta svona meira hreinleikur svona tími. Já. Mér leist betur á þetta Riddar D3 og F5. Mér fannst það flottara, sko. Já, ok. Þetta er alltaf að sína. Já. Já, þetta var sem sagt, þetta voru báðir jafngóðu leikir. Já. Sýndi 12 og nýrist vera. Bara til að hafa það reynd. F1. A4. Já, ok, fixer þetta svona. Já, useful. Ef Riddar C3 þá. Já, þetta er pointið hans. Hann segir við hvíta einhvern veginn að út af Riddaran E4, Riddaran E4 er alltaf líka mjög sterkur. Já. Að einhvern veginn, þú myndi aldrei setja á þetta peða A4 út af því að Riddari E4 var alltaf að Riddari C3. Ok, nú leika hann hrókur A til C og það bakkar hann á E7. Ætlar hann á F6. Hann ætlar að fara að skjóta á þessa veikleika. Skjóta veikleika með B2. Og náttúrulega, já nei, ég var næstum að planta hróki, slepp því. Hótar í stöðunni hrókur B8. Já, þetta lukkar eins og ansi erfið varsla framöndan hjá Donaldsjúk. Myndi sennilega telja þetta. Guðmundur er í... Og sjáðu líka tíman og þetta bara leikur 26. Vá, ég myndi telja þessa stöðu. Já, hann er basically bara að vinna þessa skák. Sko, Helgi Ásson með 8 hálfan. Gerir jafntefli, hann er með 9 allu. Vignir hann með 7, enda með 7 hálfan. Sassa með 6. Já. 5 hálfan voru Gummi og þú eða eitthvað. Já. Náttúrulega, út af því, ég var einu sem hefði getað náð Vigni þannig séð. Með sigri í gær. Já. En já, það fór náttúrulega Suðurinn sem henn vita. Og Suður með 7. Náður og niður. Þannig að þeir eru að tefla hann upp. Ef að Sassa gerir jafntefli að vinnur þá er hann, já, í 3. Gummi verður að vinna til að... Já, en sem sagt, ég... Og þeir eru að skipta 3. Nei, nema Sassi vinni. Já, nema Sassi vinni, en það tel ég nú vera... Það er ekki verið að gera. Þannig ég er nú alveg ágætlega sáttur með hvernig staðan er að þróast, en þetta... Já, það var einhvern veginn mjög svekkjandi hvernig ég ákveðum að vera að hanga í 3. sæti eiginlega allt mót. Þeir eru vantarlega öruggir í top 5. Getur Hannes gert eitthvað? Nei. Jú, Hannes væri með 6. Hjörvar líka með 6. Yeah, let's check. Yeah, let's have a look. Já, skulum fá eitthvað. Þannig að við skemmum ekki stöðum þetta systemi. Já, höfum þetta bara. Sassi leikir þetta D4. Það ekki bara, já, lítið bort. Já, Hjörvar er komið vinninginn, Hjörvar er með 6. Já. Þú ert í 3. sæti eins og er. Já. Ég er basically garanteraður. Já. Hannes getur ná 6 líka. Já, munur að gera. Og Dagur getur að hafa líka ná 6. Það var bara okkur 10 manns með 6 vinningar, hvað er að segja það? Það var svakalega splittingur, ég veit ekki hvernig þið splitta þá 5. sætinu sko. Bara okkur 500 kallar mann. Nei, en einna... 4. völu voru 100, 50 voru 75 eða 50, 75. Já, þetta var 50. Já, ég get alltaf, já sko, síman. En það stefnir í það að þú og Guðmundur skiptir 3. og 4. og þeir verið þá 2. Já, það er 100 í 4. og bara 50 í 15. Þannig að ef menn eru, ef það eru einhverju miljón manns að skipta þér í, þá er bara 10 skall að því sko. Það getur verið 4 sko, 12 og 5 mann. Já. Takk fyrir 11 fyrir það dúskalla umferð. En já, við langaði að púta niður hérna, það var náttúrulega já, svakalega svekkjandi að vera einhvern veginn að hanga í 3. sætinu og alltaf vera með eitthvað svona sénsa að nálgast 2. sætinu. Helgi Árnason tók bara á loft og sko honum alltaf innan til hamingju. En hérna, það var einhvern veginn, þegar ég tapaði í gær þá hérna, og sá skiluru hérna, Your dreams. Já, ekki bara það, en líka bara það að ég get ekki verið í 3. sæti 1.
út af því að maðurinn með 6 fíninga og maðurinn með 5,5 að tefla í dag. Þannig að þegar ég sá það gerðist líka á náttúrulega fattaði að þriðja sæti væri alls ekki mitt. Var það fyrir eða eftir að þú mistir að strætó heim? Var ekki góð dagur í gær? Nei, það var ekki góð dagur í gær, nei. Nei, við erum ekkert að fara eitthvað. Nevermind, við erum ekkert að fara dýpra í það. Herðu, já, hvað að gerast þannig á... Já, hvað búið að gerast? Kongur 7-2 var síðustu leikur sem svo. Hver andskotan að riddarinn fætti B3? Þetta er mitt vesenið. Þú átt ekki að vera með kónginn á sélinni þegar þú vilt alltaf leika 7-D. Já, algjörlega. Hún er bara ekki tíma í þetta. E7. Þetta er bara... Hitt lúkaði bara ekkert eðla. Mér finnst þú að vera búin að meiða stöðuna sinna svolítið. Já, núna er P-ið ekki F4 valdað, drottning G2 aldrei hótun. Þetta er ekki coordinationi sem að þú vildir. Nei. Þú vildir hafa hennar biskop á D5, bara blokka allt, leika alltaf 7-D, hafa riddara E6, hóta drottning G2, game's gone. Þú veist, ég er ekki frá því að hún mun leika kongur B1 hérna. Hvað er kongurinn að gera á C2? Það kom sittur svona skrítinn, það var eins og var eitthvað... Það er allt og mikið prophylaxis. Og hvað gerir Dagur? Hann væntanlega bara beitir hrókinum á sélina og x-rayar konginn, menn að kongurinn á bara ekki vera það. Og hvað er leikum? Kongur B. Já, þú sást þetta fyrir. Já. Ég meina, þetta bara... Örugglega næstu 3 leikir hvíts, bestu leikir hvíts, örugglega biskop D5, riddari D4 og riddari E6, þannig að þú tapaðir einhverjum tempóum og hrókurinn fór frá F8 til C7. Svartur geti mögulega nota hann tíma til að leika drottning H6. Drottninguna, sko. Koma henni. Ætti sennilega að leika drottning H6. Drottning F8. En við sáum náttúrulega í hinu variantinu, þá með riddarana E6. Já, hann komst drottningin í vitt, sko. Já, sem að dóttir fyndi. Já. Unusual theme. Mása, hann að hvað vildu við gera þetta hér? Vildu vera hérna? Jú, bara beinustu leið í aðgerðinar. Menn þetta var... Sko, það er það sem ég sé. Þú skákar hér. Já. Þú leifir F6, eftir leifir. Þú forsar F6. Mjög konsistant. Og síðan beilar það bara á planið þitt entirely. Já. Og skipta manni undir. Þú veist, kallarnir eru beiglaðir. Þeir eru á G8 og F8 og drottningin er smá offside. Og þú verður að nota hennar tíma liðið undir, ég meina, þú veist, það meikar ekkert sens. Við vorum að tala um hér og riddari E7. Þannig að þá vorum að tala um riddari E6, hrókur C8 og hennar slakaleik kongur B1 til að geta reinforcera centerinn svona með 7-D, halda þessu mass of pawns hérna centerinnum. Einu sem voru smekið við var riddari D5, 7-D5, B3, var ekki eitthvað? Jú, en hérna mér leið eins og það var eitthvað að því. Give it a second. Perhaps riddari D4 aftur. Getur kannski pivot það núna yfir á C6? Nei, við viljum hafa F4 valda. Já, en við getum svo sem gert það og leikið F5. Sagt bara þessi P valda sig sjálf. En ég veit ekki, þetta lúkkar alltaf miklu meira skringilegra. Og inconsistent with the plan of, þú veist, að forsa fram F6. Ég var annarkvort að vera að kúka alveg svakalega en kukk, eða... Hvað er leika drottning D4 hér? Nei, ég var ekki alltaf neitt, sko. En ætla að leika drottning D4, A3, B3, A og kongur A einhvern veginn? Nei. Nei, ok, bara tjekka. Ég var með... Það er bara, sko. Já... Don't be shy, sýnd okkur, hvað? Nei, það er ekkert fyrir þetta. Ég var bara að reyna að koma drottningur einhvern veginn bara ekki... Já. Hvort ég geti notað hann hér líka?
Þetta er tímanarleikur, kannski... Hvað með Concrete? Queen D4. Bara right on. Bara right away. Já, ég voru ekki að skoða eitthvað svona. Og leika EDBD bara, ok, segjum það. Jú, við skoðum þetta á hann og fannst þetta að vera... Já, sko, ég hóta Roku G4. Já, við vorum að skoða þetta á, hvað er akkur? Já. Enn og aftur, nota tíman. Kongur B er kannski dálítið hægur, kannski... Það virkar ekki út af þessi B3-leik. Getur basically orðað þannig. Og kannski ómikið luxury, þannig að ég frekar að kompromissa við strúktúrunum okkar, en út af því, time is king, algjörlega í sjálfstöðu. Hótum hérna Roku G4, skák, kongur C2, B3, tekið, skák og H2 og ég leik bara... Já, ég get actually líkið þar. Þetta er ok. Og þá ætti tekið á B3 og tekið Roku B og þá hefði kongur A3 og dróin D4 valdi B2. Það er að sjá kanni hérna. What is he saying? Ja, typikal. Tölvan er ekki hrædd við neina drauga, sko. Hvað er hérna, dróin D4? Er eitthvað taktískt að þessu? Og B3. Já, þetta BP er svakalega pirrandi. Já, þú ert svo samanleikana. Þú veist, þú ert að segja mig eitthvað hér. Þú veist, þú múið alltaf vera eitthvað vesen á það, fröndur á móti en. Alltaf eitthvað vesen hérna. Herðu, tölvan er bara... Henni er bara sama, hann liggur bara fyrir til F7 kannski í einhvern veginn. En jú, þetta er geggjaður leikur. Þegar núna F7 hótar dróning H2 og dróning C2. Þetta dróning F6 er náttúrulega ekki skák. Já, turn it off. Já, turn it off. Já, ég veit ekki. En þetta getur ekki verið betur útgáfa, sko. En nú svo, já, þetta er ekki orðin smá favorite bara. Jú, en við sáum náttúrulega matið, þannig að núna er náttúrulega mjög létt að segja það. En, og áhörfundi heima eru náttúrulega með engine í gangi örugglega, þannig að þeir eru 15 myndum eftir í official broadcast. Smíð. Já. Never mind. Já, þetta er náttúrulega typikal tölvan, hún sér enga drauga. En samt, þetta evaluation... En mér finnst... Þetta er ekkert eitthvað að tapa. Biskupin er ennþá góður hérna. Við heldum biskupnum. Það er reyna að halda öllum lífum lókuðum. Það er ekki að lenda í B3, Hókun er ekki orðinn aktífir. Maybe it's not worse. Já. Þannig að það er kannski verið bara oflótur á mér. Þetta er ok. Herru, ætli þessi búið hann þessu borðið? Hvað? Eftir... Hvað gerðist hér? Rittar F5, Hvert fór G5? Maðurinn F5. G4? Það er hann þessi G4, volið það eitthvað... Það er necessary, við bakkaði þess. Voru við ekki að tala Knight C4 væri bara... Já, nokkuð þælur. Jú. Og hvað, og já, dróning G3, fætti. Hvað er bara að leika G5 hérna? Ég meina, hann með þessi P, með þessi hann jústum. Það er búið on the spot, sko. Já, eliminate this og svo bara eitthvað. Já, dróning E5 væri. Tölvöld betri, já. Já, hann er ekki blokk á línunni. Já. En ok, ekki, já. Já, það verður að fara. Ok, G4 kom. Kannski að gefa borðið einhver svona sjensa. Gæti kannski lendið ykkur tímarækki núna, þar sem að kongurinn hátu, maður lendir oft í því, G4 kannski besti leikurinn, en já, þú stúkir þetta F6 lendir í ykkur tímarækki, þá getur algjörlega það getur komið andund á hann, sko. Já, teki mátti ekki taka með dróningu, þá hvað, tekur þetta á peð og ég biskup sko, svertumurinn er aðeins að vakna, sko. Já, það er waking up. Hvað þú frá út yfir F5 ykkur á línum. Veitu hvað er að frétta? Dróning D2 skákar frá eina mann líka, sko. Það getur ekki leikið dróning F7 út af frá D2 í loki. Já, bara teki og torri D2 og þegar þú tekur með hrók þá sennilega ætti ég bara biskup D5 hérna. Svo. Bara til að sýna
og að reikna alltaf mikið, bara hættur að reikna, leikum þessu bara, við sem við getum að. Ég að pæla í einhverju, þá náttúrulega ertu ekki Byrjum bara okkur getur bara. og síðan bara Biscuit D5 ekki. Jú. Is that all? Og ef það leikur hér þá... Það leikir bara Biscuit C8-skáp og drepa á... Nei, það er hún í F4. En Biscuit C8 er náttúrulega lúmst mát. Já, semi-mát. Já, svo bara þetta eftir og... Það er nánast mát. Hvert fer þá blessaði kongurinn? Hann lítur átt ekki þá. Herru, býtum við? Let him cook? Nei. Þetta aðeins. Já, herru. Good morning, sko. Good morning. En? The line continues. Dóðstu line continue og Róku B4. Hvernig ætlar að stöðva þetta? Já, ég spyr þig Ingvar. Já, þetta er vesen, eða hvað? Það er þetta D2. Það er þetta D2. Let him cook. The line continues, my friends. The line continues. En byrju, þetta er satt ekki, þetta er ekkert búið. Ok, jú. Guess eftir sko, ég er hérna. Jú, en þetta hlýtur að búið. Þú gerir mistök. Always repeat. Nei, ég er tjóð. Já, so who's boss? So who's boss, sko. Nei, ég getur verið að reyka hana betri reyta, það er ekkert. Óla. Ok. Wow, ok, En G4, þetta er nú... Þetta er gali leikur. Þetta er svo riski, maður. Algjörlega gali leikur. Þú veist að, já, þetta er alveg svakar. Nú verður hann að valda, samt, hann verður að leika annarkvæmt dráning eftir. Nei, veist, ef ég var að Hannes þetta með 6 mínútur, þá var ég bara að flókast mér. Hvað er ég búinn að gera við stöðuna? Hann drapa á F4. Drepa á F4, hvað er það bara með? Annarkvæmt með þetta algjörlega under control. Annarkvæmt þetta máti 5 eða hann með tapa. Mátti 5 Ok, ég þarf að tækla þetta. Ok, hvað er þetta mát? Skák hérna, eða hvað? Já. Herðu, shut the fuck up! Jú, hann er... Kókur á það? Ég Dráttu mig gísju? Nei, laga. Það er að kalla hann það. Ok, ef ég fyrir hér á kemur riddari Gesis en... Sko, þú blöndir er náttúrulega... Frá drottninginni, sko. Þú veist, ef ég fyrir hérna á kemur náttúrulega skák hér og... Já. Games gone. Yes. Það taka. Nei, það fyrir að fara á H7. Fyrir maður á 7. Sko... Erðu... Nei, byrju, jú, ég færi riddarinn einhvern veginn og það er ekkert vesen. Ég var að pæla hér, skák, Róku F2, en maður er að róni á H4 Það er og... mátt ekki 2. Já, það er náttúrulega bara mátt ekki 2. Við með að hafa counter, hvað er búin að blanda fleiri? Ég er alltaf búin að blanda fleiri, sko. Það kynnt að þú takkir þátt í þessu með mér. Já, nákvæmlega. Ég var að hérna, það náttúrulega gengur upp, drept á G7. Það gengur ekki upp, en það gæti gengur upp ef það sáttur Róku F7. 50-50, sko. Kongar H8 mátti 2. Já, nákvæmlega, en hann... En Kongar G8 bara Já, það er... harmleikur. Já, það teldi. Já, bara til að Flott mát, svo. sína áhorfendum. Þegar ég æsti mig á það, þá sá ég þetta. Ég bara... Já, þetta er náttúrulega... Þetta er svona typical pattern líka, kongurinn F6, það var svona typical pattern til að máta... Já. Allt í hálófti, en... Hann leikur þá væntanlega kongur H7 hér. Ég er ekki að fatta, er hann... Sko... Nema sé bara með... Nei, Róku G1 blöndur að máta H4. Færi riddarann... Veitu, hann leik bara Rókur E1 strax, veitu, hvað er þetta hérna? Já, en ég get allavega að skáka á G2. Hvað er... Já, ég skáka getur Róku getur. Tekið á Róku Þetta D2. var. Og þú ert fastur í einhverju leppur. Og ef þú skiptir Þú ert að fara að tapa peð á alínunni, sko. Já. Nei, það er á dróningaði. Já, út af Rókurinn á B2 setur á bæði peðin. Hérna... Hvað er að frétta? Nei, veistu, þetta Þetta er monumental klúður í Hannesi, sko. Þetta er ekki hægt. Ég meina, hvað það gera? Leið að þessi hrókar skiptast upp, þá fer þessi hrókur bara. Þá fer hann bara... Þá fer hann bara í eitthvað free play hérna. Nei, ég meina... Bara allt borðið galopi. Við vinnum peð núna. Já, við vinnum peð núna. A2 að B3 og ný. Leikur A4 tekur B3, það er ekki að tekja hérna. Þetta er forst, sko. Eins og þú sagðir þetta hann stundu leikar hann sko fljótt. Hvaða tíma á hann? Einmundi, ok, alltaf skilja þetta. Já, en G4, guðmur góður. Þetta er einmitt það sem ég tala um. Hvað? Rittar C4 svo simpul leikur? Eitthvað 3 mínútur og leikur G4, sprengir hvað? Sprengir sjálfan sig það?
heldur þetta peðan á getu backbone of your king. Þú heldur öllu kollar góðum, þetta C4, allir kallar góðum. Menn tala alltaf sko, ef þú ímyndaðir, ef þú ert með F og G-peð, ok, þá hálínan veik, whatever. Ef þú ert með G og H-peð, þá þessi diagonal veikur, þá verður kóngurinn til H1. Ef þú ert með H2 og F2-peð, þá allt galopið. Þannig að menn tala það, essentially, að G-peð mikilvægasta peð fyrir kónginn. Mikilvægasta peð en það in your castle. En það peð farið á eitthvað ævintýrina til að hvað? Eitthvað 1 peð á F5 og láta svarta virka alla kallana. Og ég meina, ég get ekki séð betur að drottning G2 liggu við að fara að vinna skákina. Ok, má ég sjá þessu línu, voru búin að tæma þessa... Hvað ertu með millileik hér? Ef ekki, að leiki biskup D5 og er með... Dreip ekki G2. Ok, en what you gonna do? Ég meina, þú hefur... samt bara rókur D2, sem kongur G3 og rókur D2. Já, ok, segjum biskup C3. Já, ég veit það, whatever. Og ég leik hérna biskup D5, setja þetta peð hérna þannig að ég stoppa A4 at the moment. Svo ennþá þessi pinni, ok, whatever, rókur G1. En núna byrjaði Bölstur að leika rókur E7, whatever. En Black is definitely not losing that. Það getur ekki verið þessi peð byrja bara að fljúga. Það hlýtur að kanta. Hann getur verið að kosta sig hann 5th place money, sko. Já, 12 og 5. Eða dagunir. Money is money. It's better than nothing, you know. Já. En voru búin að tæma drótning F7, var það ekki nýtt? Já, en býta eins. Sko, ef að Bárður finnur ekki drótning G2 hér. Já. Það var hann... Þá náttúrulega hvað að fara þetta? He has problems. Ef hann bakkar, ok, tæknar sig ekki að leika drótning D5. Já. Það er eitthvað lega. Drótning D5 líka bara leið. Það er bara fínt, sko. Hvað er þetta? D5? No problem. What's wrong? En sjá, var þetta tæmt hjá okkur hérna? Hérna, kongur House with Forst. Nei, ég sé ekki neitt. Nótar... Ég meina, þú veist, GP gone. Já, það var onni hérna og mátóðurnu fyrir eitt. Það er mát, þú veist... Rókur D2, Já, Rókur D2, já, þetta er bra. Ég sagði þetta líka áðan, Rókur G2 og H4, sko. Já, það var onni hér líka, úff. Já, þú veist, það er... Já, ok. Ég er bara sjokkið, sko. Hann leikur Rókur D2, er það eitthvað líkur? Býttu... Drottning drefur... Býttu, kannski... Þetta vinnur þá bara. Ég trú alveg því að Bárður með 7 mínútur, hann sá vænta að drótning G2 eða drótning D5. En ef að Bárður leikur Rókur D2, hann er svona gæi, þetta er þá unnið. Ok, drótning drefur. Let's see why. Drótning drefur H4, kongur G, Forst. Og hörðu, drótning G3, kóngur F1 og biskup A6. Teki og teki. Kemur á sliðið, biskup A6, það er bara búið. Og Bárður væntanlega bara svona. Flott leikur maður, já, þú bara, já, maður er bara leikur á D2, það er það búið. Já, það, meina, Bárður myndi ekki setja hann á hrókið döðan að það væri ekki búið, sko. En byrju, en ég geti kók blót með þetta upp á hérna F4. Hvað meina? Eftir hrókið D2. Hrókið E4. Þá ertu hrókið... Nei, hrókið F2 og hrókið B2, fyrir ekki, já, ég er bara hrókið D2. Ég er ekki skipta myndir. Ok, já, þetta er búið þá. Game over, on the spot. Vel gert sem Bárði. Þetta er fallegast hrókið D2 sem ég séð síðan Röttlegu Rúbenstein. Sem allar ég á það ekki. Hvað er það? Nei, hvað er, ég er ekki hvað að ská. Röttlegu Rúbenstein. 1900... Stöffi hérna á 13, ef maður rétt. Nei, maður rétt. Hann er bara C3 og hrókið D2. Getur ekki með H4. Svo fannst þetta leið að segja það? Já, ég hef alveg 100% séð þetta, en kveikir ekki núna eins og þér. En með það bara búið. Þetta er bara búið. Ég meina, þú leikur ekki þessi peði bara... Herri, ok, maður sjá. Þessi stöða. Já, setjum hérna íval. Hvað er plussinn mikill? Já, riddari C4 plus 1. Hann er hækka. Plus 1,5, death 14. Þetta verður öðru starra. Ég hef vissum að þetta er miklu meira. Þetta er svona 1,7. Knight C4, all your pieces stay good, sko. Increased depth. Ég neita að trúa að þetta fara ekki upp, sko. Já. Þetta er reyndar. Þetta er stokk á depth 17, ég veit ekki af hverju. Þetta er reyndar. Mikið í gangi á tönnu. Já. Ok, 1,6 núna, já. Þetta fyrir bara upp, sko. Nei, það er niður, það. 5, haha. Þetta er 19. Erum við að betta á það? Betta? 10 skall. Þetta er 10, sí, ok. Það er ekki bilið næstu dagar. Alltaf,
Viljina? Ég þarf aðeins að sjá þetta. 1.7. Riddari G5 líka hér. Ég meina, ok, þessi stað, bara, það allir kallarnir góðir. Já, ok, núna mátti ekki taka hér þetta hérna og já, ok, það náttúrulega mátt hérna, ég ætla að leika hér en það náttúrulega mátt í 5. Það mátt í 5? Já, whatever. Þú blöndur að það fjóri leikir núna? Já, whatever. En já, þetta er gríðarlega illa gert. Ég tapa þessu, sko, þetta búið að vera, vá, sko. H4, herru, var líka bara liðlegur. Við vorum að tala um þetta. Slakka á þessu engine-i. Já, maður segja H4, þú vildi leika ykkur öðru þarna. Já, en þú vildi leika. Já, en það virkaði sennilega ekki, þetta G6. Jú, þú veist, þetta alveg promising. Já, þú veist. Já, það er G. Já, þú veist, ok, þú veist. Já, ok. Ef ég væri að tapa þess að skáka, ég að reikna einn leik fram í tíman og segja, ok, það er einhvers konar hold-in á E4 hana. Já. En Hrókur E3 líka bara improve the position með einhvers konar hugmyndir að svinga hér eða dobla hér, en það er kannski óþarfi. Já, slaka mókinn. Já, slaka. Við erum bara að skoða aftur í tíma. Já, slaka mókinn. En, kveikja á sóki bara fyrir G4, menn að þetta hlýtur að þetta snýr skákinni í pluss 1,7 í mínus 0, og líka bara gerir skákina svo ógeðslega erfiða. Riddari C4, menn þetta er bara að tapa. Teki, hvað það að gera? Skáka F7 virkar ekki, tekur hérna, teki, skáka F7 virkar heldur ekki, Hrókur 1 og, já, kæra áhorfendur, þetta er búið. Kæra áhorfendur, it's game over. Og vel gert að Bárði, já, er þá að sigla sér í pluss 60, örgulega. Íló? Hann fær örgulega pluss 18 fyrir þessa skák. Hann er það með 20, alltaf. Já. En hann er náttúrulega rosalega stilar, 2.170, menn hann var bara 2.250 bara fyrir 3-4 mánuðum, sko. En hann er gott að sjá, hann er vaknað aftur til lífsins, þó hann náttúrulega eiginlega séns að mín í gær, en ég þarf bara aðeins að ræða við hann eftir. Bara ræða, já. Þetta er með ekkert að stressa fyrir því. Dagur, Olga, Tímarak. En þetta er ótrúlega, hann er bara, já, bara algjörlega búinn að... Þetta er bara Harikiri, sko. Dróning Hámsins, já, þetta er þessi hann kemur. Ég veit ekki með þennan, þetta rífur svolítið. Já, hvað var alternativ? Nei, það er þetta góða punktur. Hvað, nei. Hvað meina það góða punktur? Geta ekki bara ekki drótt í 4? Gerir það eitthvað, meina... Nei, ég vildi einhvern veginn halda bara... Já, sko, ég er að sjá einhverja hugmynd hérna, sko, eitthvað svona drótt D4 og leika C5, D-C, drótt D8. Og ég var að hugsa, þetta er ekki mát, en núna sé ég í fljótu bræði að drótt E8 gæti verið einhvers svona begla. En skilurðu, worst case þá er þetta náttúrulega valda hér og set pressu hér og drótt E5 er að koma. Og ef þú ser þess að drótt E5 þá er basically bætinu hennar algjörlega búin, þannig að F4 hlýtur að rétt. Já, ok. Queen H4, Knight D4, trættu Brú Knight again. A6. Ok, hrættur B5, nú er riddari sem lús. Já. Hrókurinn á B6 gæti verið eitthvað svona liability sem meir. Tactical liability. Þetta er alveg byrjað að lúka ugly, riddari E6. Hann leikur kongur F7. Baka. Dæla slagur. Hún á mínútu, hún er kannski að hugsa bara að ná tímarkanum. Þetta var sniðið hjá henni, að þið kongur G7, þá leikur hún... Biskup F5 áttur. Mögulega. Já, ég meina, en tekur Olga jafntefli. Þá þarf hann að taka jafntefli, sko. Já, en... Já, og sko hennar, actually I'm not sure. Nei. Er þetta betur svart eða ekki? En hvað með svona leik eins og King E8? Það lúkur dálítið spooky en... Make a run for it. You know, I think I make a run for it. Ég er líka að pæla að Dagur vill kannski ekki jafntefli. Og þar með myndi hann ekki leika kongur G7. Upp á völunin, já. Já. Það gæti samt verið að Dagur kannski fattar ekki eins og hann getur verið í 5. sæti. King E8. Út að hann er búin að vera í... King E8. Queen G2. GG. Hrókur Háið þetta er alltaf stakklótum þetta. Það er ekki stakka F. Nei, ekki tíma stakka F. Það er mikið fyrir aftur að G7 bara.
hvað með King F1, það er náttúrulega ekki Já, sama það var sagan. ekki sama við sem. Þá hrókur H8 þá kemur hann bara Kong G7 og spurning hvort það sé ekki bara tímatapi á hvítum þá. En Kongur F8 er svona það sem ég hugsaði sem besti riddari. Kongur E8 hann lúkkar sko eiginlega wrong, en pointið mitt var bara þá að það var ekki correspondence riddari hérna skilur með skákina sko. Þú veist, ef Kongur var E8 þá var þetta ekki gaff. Kongur F8 ég með línu. Ok. Riddari F3. Hún var að fara ok, ég reddaði með dróning H8. Þannig er BSS-læði bildir, ef þú leikir dróning H6, kemur dróning D4, GG. Það er endur ekki mát, en jú, ef þú vinnur þetta þá er ég saman á hlýtur þetta að vera GG. Þannig er það að fara H8, ok. En það var samt komið dróning B6, riddari G5. Býta aðeins. Sko, er ekki bara tíminn til að explóta þetta á draslina? Þetta lúka er ekkert eðlilega hættulegt. Það verður ekki bara að fara tilbaka. En ef hann fyrir G7, þá riddar F3 og E5. Hann er komin tímarak. Og svo erum við með einhverja myndarleina. Já, tjekkum það. Nei, þetta er gammalt texti. Er hann eitthvað búin að ná tímum skonum? Nei, hann er þið, ok. En þau eru hann lengst í burtu, sko. Já, við sjáum það ekkert, ok. Hann fór á þetta. Ok, en hún, þetta er það sem maður hata við hann ancient leikina, Biskup D5. Er að hún er ekki með tíma og leikur Biskup D5 með 4 sekúndur eftir. Og þetta er einmitt það sem maður er alltaf að lenda í. Leið og maður þarf að leika, þessum seinustu leikjum, þá eru þeir allir bara eitthvað mikið þessari leikir, skákinar. Og ég lendi í þessu og þetta helga ás þar sem ég tók eitthvað hróksendutafl sem ég mat vera jafntefli en síðan var leikur 37-38 þar sem ég bara með mínútu eftir og leik þá einhverjum leik sem allir var það bara að tapa í staðinn fyrir að leika ykkur öðru og basically bara halda í jafnteflinu sko. En ok, Biskup D5 hann drapir þetta bara segir náttúrulega það Nei, það er hinn bara jú, þessi. Nei, veist. Cool. Það segir náttúrulega það að þetta vinnur ekki rókið tilbaka because of the connection hérna. Þannig að ég þarf eiginlega að skoða þetta hérna. Riddari F3. Já, whatever. Við kíkjum á þessi smá. Riddari F3 setur tempo á drottninguna og býr allir til drottning D4 sem væri töfaldhótun. Hvers fyrir drottningin? Já, hún fyrir til H7, H6, H5. Þeir eru til H5. H5? Nei, það er ekki hægt. Þá leikir drottning D4 samt. Ef þú tekur hann að blessa riddara og segir að ég sé með eitthvað counterplay, þú tekir hér, hérna, hér, náttúrulega mat. Þannig að þú sleppst þessu. Þannig að þá spyrum við aftur, riddari F3, drottning H5, drottning H7, drottning H7 hérna. Ok, þetta meikar engan sens. Þetta meikar sens, vantar F6 pegi. Og drottning H5 seems to be failing because queen F6, queen D4 sorry. Þannig að mögulega mistum bara næstu bara á vinningi hérna í fjárdagsleik, nánast. Ok, og núna er komið hálftíma ekstra, segjum við það, riddari F3 leikur 40 og drottning H8. En náttúrulega spurning. Ég sko dýrið eitthvað svo bara alltaf hóti ykkur riddari E6 sem er að koma. Já, en það er þessi afturubakleiki sem menn talað sko. En segjum, hún er með hálftíma hér. Tölum. Já, nú getur reiknað, þú veist, E5. E5 lúkkar sko, þú veist bara FBI open up, ég meina þetta er bara, þú getur meira þess að byrja að pæla í sko, þú getur meira þess að pæla í F5 sko. Drottning D5 líka, fyrst sko. Já, en þá var ég bara kannski eitthvað rók C5. Sko, þú getur meira þess að leika F5, og hvað það gerir, ég meina ef þú leiðir eftir byggja um tapa, ef þú tekur og tekið hérna og þetta hlýtur, þessi lína, opnun á línu hlýtur að vera vesen og pointið með það, ef þú leikur G5 fyrsta lagi getið drepið þetta og með eitthvað F6 sem heitir N hvað með þrælvaldaréttin? E5 ef þú tekur hér á náttúrulega kemur skák og kongur G7 og hrókurinn fellur datt ég þetta var eitthvað vesen og eftir byrja
Þá, já, spurningin okkur í front af þessi EP, en þá lúkkar þetta nú ekkert eðlilega hættulegt. Hóta sennilega F6 og bara drottning G8, tekið og hrókadrifum mat. Og hér töluðum við sko sóknarmenn. Já. Það er allir svo. Já. Sóknarmenn á móti varnarmennum. Og við erum að tala að heilu húbben er að mætti sko. Já, þetta er bara búið, steinbúið. Og þó er ég að íta á engine fyrir confirmation eða? Víst að þetta gerist ekki? Já. Ok. Má lítið að það gerist ekki. F5 búið eða E5 búið. Já, ok. Já, my intuition was correct. Já, riddar F3 sennilega vann og drottning G2 virðist þegar að hafa verið sterkari, 3,5. En og hvað er pointið með drottning G2? Já, bara hrókur H1 eins og menn sögðu hér fyrr. Og ef drottning G2 tekið ætli að ég ætli hrókur H1 sé ekki pointið. En sko, ég er meira þess að sjá hvað með drottning H1 sem væri dálítið steikt, en við þurfum að halda tengi við F4P en að drottning H1. How are you gonna protect this check? Perhaps here. En þá er að pæla sko, riddar F5. Ef þú tekur hérna þá já, þú voru alltaf að taka. Ég er með einfaldari hugmynd. Tilbaka einn. Leið mér að elda. Tekið hérna, E-F. Þarf það líka G5. Bara leið mér að klára hérna eldamennskuna og drottning H5. Og hvað, skák hérna? Ok, kongur A1, flottur. Og Já. þetta virðist vera að það sé að leiða til rómar, en ég er að pæla hérna drottning 4, valdar F6. Nei, þetta er já, og þetta er bara sama þema og sáum áðan. Þetta er bara mát með skákina, vorður. Ég fatt ekki hvað ég meina. Þannig að meira þess að hér með drottning G2, menn hvað ætlar hann að gera? Hrókur H1 kemur annars með tempói. Þannig að nú Já, hann sé má ég sjá mínuna, drottning H1 G7. já, Rook G4. Rook G4 og hvað, bara Rook H4. Tvær leiðir núna. Já. Rook G4. Og náttúrulega hérna væri bara að ná tímamörkum. Og þá er nú ansi einfalt að finna leiðina heim. Kóngurinn er bara, þú veist, það er bara allt í frölliðina. Hrókur H4. Og ég get nú ekki séð hvað það er að gera í öllum þessum köllum að koma inn. En eftir, já, til að konfirma allt þetta á einna riddar eftir bara flottur leikur á þessu. Það er ekki í fyrsti leikurinn sem mér datt í hug, en einhvern veginn datt þér þetta í hug á Nano. Já, þið voru bara að sjá þessi hrókur B6 var svona target, sko. Já. Að þið voru bara að stimpla það inn. Já, nákvæmlega. Og þetta málið er að menn gera náttúrulega gott að gera svona mental notes along the way þetta tefla. Út af leið og það lendir í tímareki þá þú veist, getur þú byrjað að hugsa eitthvað allt annað. Ég tala stundum þetta með að kenna, sko. Já. Bara leið og eins og þú varst að tala góðstöðun á hann, ef þú leikur F-peðinu, þá skálinn er veik. Leið og þú leikur F4 sjálfur, eða anstakleikari, þá hugsaðu, ok, passa taktík á skálinni. Nákvæmlega. Og þess vegna þegar kóngurinn byrja alltaf H1. Já, eins og þegar leika A6, þá hugsaðu maður strax, target á B6. Já, náttúrulega, ég sá það strax líka. Ég kalli það svona tactical trigger, að þú átt að kveikja á því gæti eitthvað verið, kannski ekki núna, en kannski eftir. Já, Súni Berg, var eitthvað vídeo, strákurinn á tjókum, hann sagði sko að the tactical bell should be ringing, sko. Já. The tactical bell should be ringing. Já, en ok. Svo getur verið þetta að sé allt í lagi ennþá, ég veit ekki. Já, kannski þetta líka bara búið, en já, þetta voru svona eitthvað svona leiðir sem að, já, lúkkuðu bara algjörlega búnar. En þetta fór svona sem verður og hann draf. Og núna er bara að ná leik 40 og já, hún skákar og tekur síðan með en okkur líka ekki að þetta lúkkar samt líka búið. Hversu góður eru hrókanir? Þeir eru ennþá algjörlega shit. Algjörlega, það er sko drottnir byrju. Hörru. Þetta hlýtur að búið.
Kóngur E7. Nei, ég trúi á það Dagur. Ég meina, everything is strong. F5 er strong, sko. Já. Veitur ekki, F5 bara búið? Þetta er bara allt búið. F5 gefið rittartöflu gefið, sko. Þetta hlýtur að búið. Búin að ná tímamörkum og alles. Já. Já, En F5. eins og ég segi, við vorum ekkert að setja eitthvað kritík á Biskup D5 en hitt einhvern veginn lúkkaði meira konkrít. Sko, já. Og ég sá líka að tölvan var ekki að segja Biskup D5. Já, Ég sá að Power 3 leikir og senast leikur var 1,8 eitthvað svoleiðis. Þetta er low death, whatever. Það gæti líka náttúrulega bara að repeata stöðina, sko. Þetta er Biskup D5, kóngur eitthvað. Já. Eða svona ekki Og það er svo erfitt með sko að stundum tapar maður skákum út á stöðu mótsins. Já. Eins og ég gær, þú veist, ég hefði getað telt bara. Þú gær. Ég hefði svo sem bara getað telt eitthvað equalize eða boðið bara jafntefli eða whatever, en það hefði sennilega tekið því. En vegna stöðu mótsins til að ná öðru sæti, þá einhvern veginn fer allt í fjandans. En aftur á móti hér er Dagur náttúrulega já, svona einhvern veginn trúir á það að hann sé búinn að vera með betri stöðu og síðan allt í einu er staðan búinn að detta hans úr höndum hans og þá einhvern veginn sko þá er svo erfitt að svona játa reality sko og fara bara í eitthvað repetition og þetta er einmitt að hættulega að hann einmitt sleppur repetitionu áður hann fær tímamörk en núna eru báðir leikmenn með 30 mínútur og núna er hann örugglega algjörlega regret this decision. En þetta er já, this is the tricky part of this game. F5 er góður. Þetta er D4 eitthvað. Já, F5 lúfka bara ég meina þú setur bara annað kall í árásina með F5 og ég meina það er örugglega +3 sko, allíst. Hvað er það að gera? Já, ég segi það nokkuð. Ég meina annarkvort leiður eftir upp í G6 eða reyndar eftir upp í G5. Þú veist, what to do. Og það er engin óndur einhvers staðar. Já, og náttúrulega ef þú tekur þetta á hlítu nú. Já, það er ekki að hátta matt. Nei, það er ekki matt sko. Það er ekki matt, en við veitum hvort maður er dreif þetta þessu matt. Nei, já, við getum bara svona sko. Svona semi-eppar þetta. Já. Þannig að ég meina hún er með alltaf mikið tíma til að ekki vinna þetta. Já, hún er bara basically að bara finna máti sko. Já. Og við sjáum líka hér að Dagur leikur hrókur í þessu mjög snöggt. Sem að tiltölulega segja mig það að hann veit þessi staði. Já, hann var ekki að reyna. Hann gerir þetta bara hratt út af því að hann einhvern veginn vonar að hún mun eyða 24 mínútum og ekki finna góða leik. En já, I just don't believe it. Og hvað er að gerast hér? Ok, starta beðum við. Hann er með alltaf mikið að beðum. Við þurfum að bakka hérna. Já, algjörlega. Við sáum A4. Já, við sáum þessu stöðu áðan. A4 hrókur að C1 og við sáum Biskup E7. Já. Til dæmis ætlaði að fara eitthvað þingað. Já, hann telur targetið á E3 vera, já, þægilega valdað af tveimur köllum. Þannig að hann vill setja biskupinn á stærri línu. Og targeta peðið sem hann fiksaði náttúrulega með A4. Hrókur B8. Undirbyrja að dobla hérna. Mega sense. Ok, make luft. Make sense. Leikur síðan H5 eitthvað setna. Fara að laga þennan, hann er glataður. Hann var algjörlega glataður, já. D8, knight C6. Ok, eitthvað svona pot. Hann tekur. Já. En leiðum mér aðeins að sjá. Guðmundur búinn að vera hann er að eyða nú, sjáðu við erum að tala leik 27 málið er tímanotkun í skák er náttúrulega rosalega mikilvæg og náttúrulega ástæða fyrir því að maður tapar skákum er oftast hjá mér er oftast að ég er í einhverju bullandi 30 sekúndur skák áður fyrir leik 40 og þakkar náttúrulega Vigni Vatnari fyrir góða kennslustund á tímanotkun og það er klárlega bætt mér mikið með því að hugsa meira út í þetta. En hérna er að tala 17 mínútur og þetta leika hvað, 13 leikjum, 14 leikjum. Eyðir, já, alveg rosalega miklu slatta af mjög venjulegan leik. Það er svo normal leikur. Og sjá, og hann er búinn að ná dómarsjúk og núna allt í einu
Þetta svona typikal, Nú tekur hvernig hann ætlar að eyðileggja skákina þína? Tekur hann eitthvað Sacrifice Exchange sko í hraki sko. Í hraki, en þetta lúkkar, já, whatever skilur, en það allavega pointið mitt stenst. Já. En sennilega ekki þessar skák, en já, whatever. En þetta einhvern veginn búin að ná tímaverkum og... Já, þetta er ekki too much. hlýtur að vera ennþá gott að svarta satt sko. Nei, ég vil telja að þetta... Ég er hókur náttúrulega rosalega góður hendaflum. Eins og menn vita, en þetta AP-ið er algjörlega að stríða honum, sko. Svo klárum aðeins tímanótkunina. Já. Ég er svolítið búinn að vera að tala vinnin Bárð. Ég held að hann verði að laga þetta til að bæta sig ennþá meira þessi skák. Já, nei og þarna Það er eitthvað að í algoritmanum sko, þú ert alltaf bara með mínútu eftir í 20 stökkarleik sko. Nei, ég veit það. Málið var sko að það fyndna er að ég setti það í smá gameplan hjá mér í gær. Það málið, ég er yfirleitt maðurinn sem er að segja hann þetta sko. Já, með tímuna. Já, veistu, ég sagði þetta við hann á Messenger og ég sagði þetta við hann eitthvað fyrir 3-4 dögum og var alltaf að punta niður einhverja punta skilur og hann var sammálaður, hann þarf að fara að laga þetta. Já. Og síðan rann ég yfir sem sagt skákina áður í lagastað til leiks og sá að hann var á mínútu, það var basically á incrementinu í leik 30 öllum skákunum í mótinu. Já. En það sem að gerðist var að síðan á móti mér, þá var hann svo alltof meðvitaður það og það var eina skáki sem var ekki það var eina skáki sem var actually bara aldrei í tímarækki og ég var brjálaður og tapaði líka. Hann átti 7 mínútur á móti Hannesi og það var ekki skipt máli, hann bara fann kritísku leikina eins og Róbert Dittur og fleiri. Ég held að hann fann það kannski smá í skákinu á móti mér að hei, svona teflum maður. Málið er líka sko að ég vil líka meina það að til að vinna stigahærri sem að ég náttúrulega geri alveg tildulega oft með að við svona aðra á mínu eilofstígi er að sko tekja eftir því að yfir þegar ég vinni þessi gæja þá er ég alltaf með aðeins betri tíma og er ekki að leyfa mér eitthvað að fara í eitthvað rosalega tímarækki í leik 30 sem ég ætla bara að stóla allir. Ég vil nú svolítið segja að þetta er alveg ágæti skákir hérna þessar 3 ár. Já. Ég held að þetta er svona, ég segi ekki boring en svona, þetta er allavega fram á honum. Þegar ég sagði við Ingvar að ég ætti sennilega að joina því hérna þá sagðir og hvað ættu að tala um? En já, það er slatti til að tala um í dag, ég meina. Já, mennur. Ég get alltaf sennilega ekki. Þú er náttúrulega spenntur. Já, nei. Ég er náttúrulega ekki haldið kæftið síðan ég mætti. Já, það var fínt, þetta er svo point sko. En hérna, já, þetta er þetta skiptir þig ekki máli, þú ert í öruggum með 34, þannig að þér er eiginlega alveg saman hvernig skák fer. Já, nema dómarsvunni. Já, en, þetta er ekki líklega. Nei, ég meina þóttu vinnur þetta AP-ið og, þú veist, það er alveg rosalega mikið að gerast til að fá vinnustuður sko. Ég segi bara ég gefur AP-ið í leikkongu, gefum H5 og skipt upp og bara valda. Ok, þú vilt ekki tala, já, þú vilt bara meina að... Já, ég meina bara, get ekki unna það. Já, þú veist, og við segjum að AP hverfur og rittarinn var B5 og B5 var DSS hverfur, þá er þetta samt jafntefli. Út af svarturinn með, já, enga veikleika og, þú veist, það getur verið að leikja F5 og bara setja með rittar á E4. Já. Þú veist, getur fyrir F, eitthvað, getur fyrir F, en það hlýtur bara eitthvað. Sorry, getur fyrir F, eður fyrir F, þannig að halda klæðinni. Og meiri þess að þar held ég sko að með rittar á töpið þá sennilega væri svartur samt að íta. Ég hugsa bara, segjum bara hverja leik, segjum bara eitthvað svona, gefum honum þetta peð bara. Ok, ég þarf að líklega eða tími aldrei það að segjum F5, ok, þarf að drepa eður fyrir F og segja bara tegur þetta núna. Og tegur núna, já. Ég meina, þetta er not necessarily worse for black sko. Nei. Að þú veist, who's pushing? Já, ég myndi eitthvað taka svart, ég sem já. Þetta er dróðan, ef þú þyrftir að pusha, þá tækir þú örugglega svart bara. Já, með 2 connected þarna og whatever. Þannig að, jú, ég ætti sennilega að vera sáttur með þá það, en eins og ég segi, já. Jú, þessu komið. Það ætla nú ekki að fara að hljóma eins og robot, en já, maður sem sagt, átti nú ekki að tapa í gæðin. Nei. En svona lífi. En ég sagði við, þú getur bara telt
skákina morgun og getur ekki telt tímar aftur, það bara, Já, nákvæmlega. Gummi einmitt góður í því, hann tefnir bara alltaf næsta skák, hann gleymir, getur tappa alveg skelfur illa og Já, það bara næsta. Gummi alltaf bara búinn að leysa lífið, sko. Já. Það bara namaste, sko. Já, það bara, maðurinn bara ótrúlegur. Ótrúlega flottur, Já, ætli þetta fari ekki bara að klárast í henni? Já, Hún lék F5 náttúrulega, ég meina þetta svo straightforward leikur. Þetta er bara prinsipulum frá skákskólanum. Hóturinn sterkari en leikurinn. Já. Þú ert með eitthvað Discoveries út allt en Helgi Óli náttúrulega kemur beint í tólið hérna og segir bara hóturinn sterkari en leikurinn. Up, keep the night. Hóturinn sterkari en leikurinn. Já, nákvæmlega og þetta samt smá daggarlegt að halda þessu, sko. Nei. Too much, yes. Hann að blitza. Þetta er typikal svona varnar, Þeim var með tappa og þeim var tefla hraðar sem var... Já. En ég meina, ekki bara Gesju núna? Tættu. Gesju og Riddar F átt að kannski getur verið eitthvað pott. Já. Eitthvað meira það. Jú, Riddar ekki, ég meina... Er þetta ekki bara Gesju, þú stimplar kónginn ennþá lengra niður í borðinu og notar hrókinn til fyrir support og síðan loksins kemur... Nei, samt ekki, hann ætlar að leika G7, hann ætlar að leika Póker F7. Bölst þetta svona einhvern veginn, en what's going on? With a big threat. Já, to take on F7. Já, menn vilja leika hér og sennilega drepa og fá sér nýja drottningu. Já. En ég líka að pæla... Einhvers stangar þetta D4 ykkur stöðan eitthvað? Sko, ég var að pæla eitthvað svona E5 og allt í hennu opna skotið hér. Málið þessi kóngur, hann að fara sultslakar hérna á kanti borðis. Viltu nefna það? What is problem? Hann takir bara kannski. Já, ég var ekki að pæla hann tekur, sko, en Já, hann kannski... Ok, You make rook, of course. Já, ég var ekki að hljóta. Fattan sér maður nú. Nei, tökum bara D6. Já, ég veit, en... Já, nei, þetta ekki búið. Ok, þetta ekki alveg búið. Já, ok, þetta væntanlega unnið, en Já, maður vill meira klínu. Já, maður klálega hreina vinnina. Pointið sko skák hérna, þetta náttúrulega mátt bara go hér, en actually piðið valda. Já. Þannig að, ok, hróku G átt að teki, en nei, þú ert að leyfa eitthvað þar. Já. Þannig að ég var að pæla, sko, hvað þessum frekna leikina, einar Eins og bentar að þetta D4 er bara fyrir leikur líka. Þetta vinnst allt, þetta bara spurning okkur vinnum þetta ekki. Þetta vinnum líka. Já. Og málega, það sem ég alltaf að horfa á eitthvað svona skákir, en það sem ég sá alltaf var bara að what's all the fuss about hérna, þetta kom bara í. Og meðan hrókur H1 kemur næst og pointið að þetta skrýmsli, bæði skrýmslin hérna að fara, já, bara að vinna skákina. Já. Og bara til að enda línuna mína eftir hrókur E8, hrókur H1 segja mér alltaf taka og segja, þú gleymdir þessum. Ég gleymdi ekki neinu því þú ert nátt. Ég gleymdi ekki. Þannig að, já. Já, ég myndi örugglega leika bara E5 hérna, en ég, þetta nú frekar skrítist það. Þetta virðist vera eins og vinna allt bara, þú veist. Já, en það sem hættulegt. Já, en myndi eins og segja að vinna allt, reyndar að það getur lent í Gætu komið eitthvað kæruleysi. úr reynslu. Þetta nákvæmlega tölum alltaf skilur hugsunarhátt og allt það, sko. Það mikilvægt af hverju menn leika af sér og gera þessi mistök. Og ef við tökum náttúrulega skák mína móti Olgu, en það var bara nákvæmlega það sem ég held. Það var allt unnið. Og síðan bara var ekki allt í unnið og það var bara allt í jafntefli. Og það getur verið hættulegt og það kemur að því sem að Artur Yusupov sagði í einhverjum Korsá Test 24 fyrir 5-6 árum. Var að
talað sem sagt winning technique að klára dæmið var að flest allir sko þeir komu unnið að þeir bara halla sér og standa upp og fara að horfa á skáki, fá sér kaffibolla og stundu vegna ekki hjá mér, já, en það sem Jósef vildi meina náttúrulega frábær skákmaður var að það einmitt þar sem að þú átt actually að byrja að fókusa meir og þetta eitthvað sem ég tók mikið að mér en já, klárlega gleymdi því á þeim degi sem ég gerði það jafntefli en já, bara fyrir menninguna sko með ykkur að punta hér og þar hún nei við svona bara að fá já, hún að hugsa hér þá já, bara delete fyrsta leiki sem við stúdurinn já, og þá ætti það kemur hann eða búið leikum já, hérna, já, hún leikir sér já, hún leikir sér að ég með getur til því þá hvað náði Artur Jósefov hæst á heimslistanum já, sko ég fíla að stúdera hluti sem að gera mig betri já, það í staðinn fyrir history já, þú ert góður í skák til að vera þetta í svona nei, það er ekki það jú Nei, málið að ég tel það bara vera, skilurðu ok, þetta er náttúrulega fun fact og það er náttúrulega margir svona áhugamenn sögu skákinnar en ef við taka eitt blindfold game hérna, hann sæt já, en það verður að skora okkur já, það málið finna 4 fyrstaleik hvað, þú? Nei, hann já hvað meistarinn sagði það? Það stengir mér það hrósa okkur ánægð með skýringarnar Erlingur óskallið hamingju með gott mót já, takk fyrir það já, eins og segi, hefði ekki gengið betur en það er E5 E5 stengir mér aggressiv já, ok en þá er það spurning hvort að hann kann þessar 12 línur sko. en hei, það bannaði að svindla sko, það getur ekki verið bara með engine í gangi nei það meina ég vantilega pakka okkur saman ef þið mér á að tala þegar pluss 0,7 eða eitthvað já, það var gaman að þessu já, en til að svara spurningunni ætli hann var ekki nummer 12 eða eitthvað higher 18 nei, higher já, það var nummer 6 var nummer 3 já, það er svoleiðis Kaspar og Karpov Jósefov já, þetta er náttúrulega legend já hann kom inn eitt hérna og hérna var með smá svona lecture eða fyrirlestra í skákskólanum já og var ég ekki fæddur þá eða? ég fór út að borða með hann út á hérna á 7. hæðinni hérna hótelinu þetta er ekki hóteli Arnarkóll já, veist þér það var ekki leiðilegt nei, eins og ég segi ég hvet menn til að skoða þetta á test 24 það þetta er eitthvað gamalt en þetta var eitthvað svoleiðis sko, ég nótaði þetta mjög mikið og það, ég var bara eitthvað 17-16 ára og ég vissi ekkert hvernig maður stúdera sko, þannig að ég hafði dálítið mikið í því bara að horfa á skákvídeó sko já. Og það var þarna eitthvað 1500 kall á mánuði og þá sem áskrifandi í test 24 akkurat, já þá fékkstu bara upp heilu síðunar af fullt af efni þeir eru þetta hættir að framleiða í dag en ennþá fullt af ég veit ekki hvort þið dóttið inn í chess.com núna gamlu vídeói já ég myndi nefnilega að mæla með hérna sástu vídeóin þegar Jan Gústafsson var með honum Dorfmann ég sá þetta allt sko þú sást það? Okay. já, þarna The Method in Chess já, það margt mjög áhugavert í því sko já, nákvæmlega hvernig hann talar svona útstöðað fyrir riddara já, eitthvað outpost já, ég ekki manna hvað þessu einmitt, það er kannski peðið á D3 og C2 á hvítu þá finnst hann D4 vera outpost sko fyrir riddara þóttu getur stökkað með C3 því að þá veikir svo mikið D3 hann var með einhverja svona pælingar það er öðruvísi en sem var outpost eins og áðan D5 ritturinn hann sko og setja rittur á D5 outpost af það getur ekkert ítt hann sko hann er svona aðeins öðruvísi já, ég man eftir því og ég man eftir því að ég held að ég skipa bara það minnbart því að mér var hann svo ruglaður sko og það var eins og maður að segja að F5 væri ekki outpost eitthvað og ég var bara að kjafta þú veist þannig að ég maður er svona fyllt þegar sko sumt er svona alveg aðeins svo mikið sko já, málið er sko að þú veist til þess að verða betri í skák þá áttu augljóslega skilur að hafa opinn huga til að horfa á hlutina öðruvísi en stundum er líka erfitt að sleppa öllu því sem maður kann og þetta er einmitt Alexander
can you show Guðmundur Dómaldsvík Gunnarsson for a second, please? Yes, we can. Já, og það við erum bara eitthvað We can even show on camera. Við fix it a little bit. Gummi yðar allar hérna. Já, við vorum að hann notar kallana svona. Hann vill basically meina það að riddarana E4 vill að gera eitthvað svona getur hér að riddarana E4 mun ekki hreyfa sig sko, fyrir utan að kemur riddari C3 en annars mun þessi riddari ekki hreyfa sig fyrir að it's time to say GG sko. Þetta er svona typikal sko þegar þú slútar með tölvum og svoleiðis að gaman þetta bara, nei hvað hann að gera? Nei, hann bara að færa kallana. Ég ætla að segja það. Já, en tölvunar það svona ef eitthvað slútar með tölvum, þannig að nýja kynslóðan að mæta það. Þú ert með svona aktívan riddara á E4 og sérð að Guðmundur drapa F2 fyrir svona 15 leikjum. Leikur riddari E4 og þessi riddari sko, hann bara ekki fara að haggast. Hann á bara að vera þarna þangað til að það ekki betri riddur á borðinu, skilur. Þannig að af hverju ætti riddarinn að færa sig? Og já, þetta var svona eitthvað sem ég sá hjá Olgu þegar hann færi riddarinn á B3 en ok, þú veist, tölvanhaldi var ekkert alltaf hrifnaði en það var einhvern veginn svona stundum hef ég séð marga skákmenn sko vera að færa sína mest aktífu kalla bara það ég finn ekki betri leik en þá ætlaði ekki að snerta riddarinn á E4 sko. You can improve the king. Já, kongur E5, F5. Þetta hlýtur bara lights out. En ég satt ekki viss. Hvað gerist þetta hrókur A2? Byrjunar. Ok, þá tekur hann E3 og það vinst. Ok, hann sennilega þarf að leika kongur A3. Hrókur A2 ætlar bara að taka hér? Já, ok, þetta hlýtur að þetta hlýtur að hvað, 3 connect. Það hlýtur á mikið. Já. Þannig að ég mennur að pæla king A3, obviously. Eitthvað að því mennur að hugsa kongur E5 og það hlýtur að pointi og nokkuð og núna er pæla hrókur A2 og ef við munum eftir F5 getur F eður bara F, tekið A3 tekið, það er jæfnlega þurfum við að taka já, en pointið mitt er bara að þetta er transposition í endalabs eftir drifa A3 segjum og tekur þá þetta jæfnlega maður og hún bara að skoða þetta. Ég meina, við verðum hér H5 how to improve as white sko. Já, nei, við sáum þetta endalabs bókstaflega fyrir 5 mínútur og svart, ef það væri ykkur að pressa og væri svartur hér. Þannig ég ekki alveg viss, dómsók ekki að halda jæfnlega? Fyrir mig breytir ekki máli bara sem lengi sem að dómsók vinnur ekki sko, þá ætti ég að vera frekar sáttur með þessi úrslit. En hvað er alveg pointið hér? Kannski leyfi Ingvari að tjekka á því meðan ég þarf að pissa. Já. Og ég kannski næ eitt kristall fyrir okkur. Kristall nú? Nei, ég er fínn í bílið, þakka þér fyrir. Já, ég búist til að búið. Já, hvað er manna bara? Já, herru, þetta er nú búið að vera alveg ágætisumferð og Olga búin að vinna, þannig að við getum einbytt okkur þessari skák. Eftir G7 þá kom hrókur F7 og já, við vorum á því að hér voru marga vinningslegir, bentum á til dæmis E5 sem er skemmtilegur sem að Hilmi var mjög hrifinn af. Já, ég byrjaði að klúra með að leika hér, þá getur svartur svona ennþá tapað en svona getur prolonged the suffering hérna, en þetta vinnst líka. Það vinnst allt hérna svo sem. En hún leikti á hann TS sem er bara mjög fínn leikur líka því að hún er með mjög skemmtilega hóttun hérna í stöðunni sem að raungerist eftir drónandi byrja fyrir kongur A1 kongur E8 á leik Olga þessu skemmtilega leikina dróning F8 og hann er skemmtilega því að hér getum við bara tekið með skák og maðurinn er valdaður getum við tekið með hrók líka bara upp á sporti. Ég fikk megarúk. Þetta er mát sko, hérna þetta er svo skemmtileg útgáfa af svona það sem ég kalla blind swine mate. Það sem að
Þetta enda snúið á hlið hérna en mjög skemmtileg útgáfa. Yfirleitt þegar maður með hrókana hér sko, þá reynir maður að leika þessi tinnhrókur að vera hér, þá reynir maður að leika peðin upp bort til að valda hrókin, hérna sé riddarinn það og þá endar þetta í máti hérna. En auðvitað þetta bara einhver flottar ræfilsáttur, við getum auðvitað bara að fengja okkur drottningu og klára það í örfáðan leikjum. Mótið 3 upp á F7, hrókur G7 líka mótið 3. Já, herru, Dron TSS var mjög flott leið. Kannski setjum mér að testa á hann Hilmi hérna. Segja, E5 góður, en there's even a better move. Já, við setjum Hilmi í testa, hann kemur áttur, en þetta þá skákin sem allt snýst hérna kongur F3. Síðasta skákin á Íslandsmótinu 2024. Að henni lokinni getum við hafið. Hér við búið að slökka þessari myndavél. Við verðum með þá hérna síðasta skákin. Þetta eitthvað betra svarta. Það bara spurning hvað mikið. Það, já, svo sem metum við bara út frá kongur eftir sísta leikur. Svona við viljum meta það bara út frá liðsafla og þegar það einhver svona sérstakar það komið dagsins ótrúlega gummið sér að það með sínst skákina. Mjög óvænt. Það mjög óvænt. Herru, ég með test fyrir skákin Lokin, Olgu og Blett og hérna og Degi. Já, þetta fór svona. Ég var alveg glimrandi leikur hér. Já. En það var number 2 in the computer. Ritter F var ágættur sem mér, hann vinnur líka en kannski flækir úrvinnsluna aðeins. Og lék Olga sem fyrsta leik. Hún lék besta leikin. Ok. Ég bara Leiðu, já, það er svona taktikalegt en leiðu sér hugmyndina þá Hvað er alltaf quiet move? Nei, ég finn þetta bara við hans. Já. Virkir mjög sekund. Já, svona skipta hérna. Já. Svona. Alright, já. Við fundum eina taktík svona byggt á þessu unitið þannig á killinu. Já, ég myndi alltaf það í hug, sko. Já. Þetta er önnur útgáfa af því. Já, það er náttúrulega veisinni er að tala sko when you see a win, just play it sko. Já. Þannig að þú veist, núna er heilum einn bara að segja E5 100 sinnum en þetta, ok, I will try to find this. Þetta er eitthvað með að blokka 8. línu en ég er ekki alveg viss hvernig. Blokka hana? Já, en það, ég er ekki veist hvernig maður gera það. Þú veist, ég er að hugsa einhvern veginn að færi riddarann drepa F7 og leika G8 winning, en Já, einmitt. Það var ein hugmynd sem við vorum með á, sko. En þarna er önnur leið, sko. Ekki tengt sem sagt að reyna að fá G8 drottning. Það tengist inn á svo margt. Það tengist inn á riddarinn á besta reitnum, akkur að hreyfa. Þú varst að tala á hann um kónginu og svo gautum, hvað var góður? It all comes together. Já, bara kongur A1. Ekki strax. Nei, þetta er bara að drepa á D6, teki á E4, kongur A1 og síðan hótaði bara dróning F8, teki og take með doppelskák. Correct. Alright. There is sense. Og þetta er svo skemmtilega unnið að við getum líklegast fengið okkur hrók. Já, ekki líklegast. Já, kongur A7 og þetta teki bara. Já. Sí. Og hvað kongur A7? Já, ok, maður sjá, hvað er mátið hérna? Ok, komast ekki hérna. Já, þetta verður náttúrulega.
Já, bara hér eða ekki. Og síðan skáka á... GG og hérna. Já. Rittarinn góður. Já, ég ætlaði líka að skáka G7, það var líka hinn útgáfan. Já. En ég fyrir að háta? Fyrst. H7, sorry. Nei, sorry, teki, kongur H6, teki, kongur H7. Nei, veist, kongur H6. Já, teki, kongur H7. Same. Og meiri segja líka, úr með eftir með þarna. Já, en þú ert actually með þegar mátti líka, aftur með að riddarinn beigla kongi líka. Og, já. Það ekki thematika því að riddarinn stendur svo vel, við viljum hafa þú emphasize á strong knights. Það náttúrulega alltaf, eins og menn segja, guidelines eru bara guidelines, sko, en maður þarf alltaf að checka the specifics of the position. Hann leikur, byrju, King F3, Knight D6. Og þetta virkar taktikali. Þú er búin að anskotin. Þetta virkar sem sagt taktikali út af því að þú tekur á C5. 1-2. Og þá kemur það 2. En já, og hann ætlar að halda riddarinn á C3 bara. Segjum hér. Já. 1-2 move. Ok, first of all skák, gerir ekki neitt, tekið hérna, fæst í drótningu. Kongurinn er bara alltaf góður að gera sér, það er nokkað. Það er Rook C1. Já, eða þú veist, ok. Sko þetta? Nei, þú veist, ég fyrir hérna og ætlaði að skáka alveg frá okkur C8 og já, ég veit ekki alveg, er það unnið eða? En þá náttúrulega aftur á móti, þetta var bara til að fokki hér, sko. En út af þú sagði að kongurinn var hérna, góður, en ég þá einmitt byrjaði að hugsa, en jú, ok. Nei, ég er actually bara að djóka hérna. Smá spauk. Aðeins að laga þetta. Nei, og ég ætla að, já, og pointi væri náttúrulega að segjum að hrókurinn var ekstra hérna á A3, þá myndi hann leika riddari sér, ok, myndi hann tekið, en pointi væri að hrókurinn er aldrei að fara að ná þessu peði. Og ef þú ferði og líka, sjáum hérna, líka þetta er pjönandi. Hvað er þetta eða mörgum leikum? 1, 2, 3. Og in the meanwhile, núna, ok, ég ætla að fara hérna á það, fyrir hér þá tekur okkur mér þetta að síða þrjúmantala, það segjum hérna. Og já, let's, I guess, push, ítum þessu. Og kannski ég riddari G3 nákvæmur. Kongur F3, G5, G4, G3 og eitthvað. Já, eða þú ekki whatever. Pointið okkar er bara það núna að líka þetta skeri konginn, sko. Þetta er sem þú talar alltaf með Gummi mútið Hanni sem er P á C7 og kongur hérna og riddarinn á A7. Já, og þetta er sama þema, skilurðu, að og þú sér að ég gerði þetta núna tvisvar. Þetta er typikal þema, var með riddarinn hér og köttaði hér út af að P stendur fyrir. Og þetta er sama þema hér, kött, og já, hérna klálega bara munurinn er að í öllum þeim sem í hinum endartalum sem við vorum að skoða, þá var hvítur með þetta ekstra P-ð. Eða sem sagt, sorry, þá var búin að skiptast upp á þessu P og kongurinn væri líka á varnarhelminginu sem væri alltaf hérna meginn. Og ég myndi segja að þetta sé bara einu P-ð og mikið. Já, hérna eins og þetta er oft í þessum endartalum. Það sýna fólkinu líka að eftir til dæmis kongur E2 og hrókur fer ekki á A1, sko, þá kemur þetta er næs. Riddari B1. Og hvað svo, já, þá er þetta typikal blokkering hérna. En ok, riddari D6. Hvað, hann skáka á G5 eða hvað? G5 check. What is this? Þetta er actually mjög góður leikur. Þegar núna kannski í endartalinu, þá er... Já, ok, tekið þá skák. Já, þú að hugsa það. Já, ég var hans eftir, sorry. Já, fett, já. Ég er 47 ára, sko. Já, það er þetta skallum. Shit. Bítu. En ok, let's be honest. Guðmundur var augljóslega ekki búinn að missa þessu ef að þetta væri það slæmt, sko. En já, G5 er klálega improvement fyrir hvítan út af því að núna mun
Já, nú að komast að stað með drasli sko og Já. kóngur verri og svo þess. Já, en spurning Þetta líka verið veikleiki. Já, spurningin var sko, hvað gerist hér? Já, núna þetta bara alls ekki sama stað og hann myndi koma skák, segjum bara kóngur í átt, segjum hérna og já, og who's better than why, örugglega hvítur hér. Þannig að þetta pointið, þannig að G5 klárlega mögulega veist á honum. Já, en hversu hratt leika hann, hann actually eyðir frekar miklu tíma í með að við, kannski var hann að pissa eða whatever. Já, en kóngur G7 eini leikurinn í stöðinni. En Já, mér finnst 2 mínútur mikið sko. Já, en það gæti take into consideration kannski var hann á klósettinu. En þetta klárlega improvement og klárlega besta vörn hvít, svona já, ég ekki alveg viss. Ok, bara til að punta það niður þá augljóslega tapar þetta alltaf með þetta tengi hér þá þú veist, getur hvítur bara basically hengt sig. Já, leið og leikur Biskup B5 og hótar Biskup B2 sko. Já, þetta bara alltaf búið og já, mér bara að gera eitthvað meira comments á það. Kóngur G7 and white to move. B5 hægir, já. Þannig að þetta með G6 glataður. Það var bara. Þannig að núna erum við að pæla tekið A2 prófsér. Tekið B5. Núna fáum við basic upp sömu stöðu nema það inkluderað G5 skák og kóngur G7 sem klárlega svona boxar svarta kónginn aðeins inni. Spurning hversu mikið áhrif þetta hefur á endurslag sem það kemur upp. Kannski að vera smeykur að það sé gæti verið einhvers konar vesen en bara nenni ekki að reikna það, ég ætla bara veit okkur í þetta. Enn og aftur, kóngurinn getur ekki komið nær og það kemur bara skák, átti ekki drepa, þetta ædrótning og riddari B1. Og þetta náttúrulega typik á taktík, svona clogging the line eða whatever. Þannig að hrókur A1, hrókur A1 þarf að koma núna eða ekki, riddari C3 mun hóta riddari B1. In any case, hrókur A1, riddari C3. Og hér sjáum við E4? Já, hér sjáum við að kóngurinn þetta ekkert eðlilega pirrandi því að ekki bara það en þú veist að boxa kónginn algjörlega inn en einmitt sem við varum að tala ef að svartur vill leysa þetta þá þarf hann eiginlega að skipta upp á peði þú veist ef hann vill leysa þetta hratt og aktífa þetta kónginn hratt en þá einmitt höfum við nákvæmlega sem staði aðan nefnum að peði minna sem myndir ykkur að því að skákinn væri eiginlega jafntefli. Þannig að spurning hvort þetta sé að það unni. Þetta er alvöru boxun þarna á G7 núna. Já. Hvað, E4 og meira að segja eftir E4 þá væri sennilega hvítur ekkert að móti því að leika E5. Já. Setja bara bæði peðin hérna og segja bara og fixa þetta allt sem hann segja. Þannig að kannski gleymdi Guðmundur þessar millileik. Það var 2 valmöguleikar, hann tók 2 mínútur í G5 skák, hann annarkvort var hann á klóseturu eða hann actually bara misti af þessu millileik. Og ef hann gerir það, gæti kannski kostað honum 3. til 4. sætið. Já. Possibly. En var eitthvað möguleiki að vill hvítur ykkur stöðum bara halda þessu riddara eða hvað? At some point. Possibly. En eftir kóngur F3 þá leika hann ekki kóngur E5 vegna hrókur A2 og við tölum að það ætti sennilega að vera jafntefli.
Ok, þetta kongur F3 líka ekki. Ef við skoðum hér kongur E5 Já. og þá var ég dálítið smeykur við bara hrókur Já, A2 og bara bóla þetta peð. Það er líka hérna. Og þessi. Já. Og 7. Og hvítur á leik. Já, hann er með 6 myndir. Það er það að hugsa. Hann hlýtur að reikna hvort að já, hann lúkkar reyndar eins og hann hatar lífið. Við ekki það, en hann ætti nú allavega að vera ánægður að fá G5 skák inn. Hjálpar hans stöðu mikið. Já. En ég gæti náttúrulega bara að byrja að reikna þetta allt sko, en ég veit ekki hvort ég nenni því sko. Eftir landmót. En pælingin tekið á C5, A2, kannski sýnir þetta bara hérna. Hann er augljóslega að hugsa hérna A2, það var skotið inn hans tapar bara. Hrók C1, þetta. Ok, maður svo eitthvað hann að tekið í drottning hérna. Ég er svo sem ég hóta einhver þar sko. Já, ég veit það og ég held meira að segja að ég get leikið D5 skák þar. Já. Nei, what? Já, kallar hann hefur segið ekki svona? Ég sagði dróðan D5 skák. Já, og ég bara sagði þetta. Já. Ok, dreigir. Já, þetta einmitt það sem ég... Nei, það dróðan D1. Já. Og ef þú skákar þá sama saga með kongur F8 til E7. King Escape sko, við þurfum peða F1 til að hóta ykkur sko. Já. Ok, þannig að eftir hrókur C5 með H2 og hrókur C forced. Já, og þetta augljóslega slið. Forced, semi-forced. Já, semi-forced. Hvað gerst þetta E4 og með hugmyndir að leika E5 eða leika bara labba með kónginn? Ok, segjum að svarti fara á stað hérna, hann ætlar að nota tímann. Ok, já. Og hvíti verður að dislotsa það sem rykt hérna. Ég myndi, já þetta er bara orðið svo miklu erfiðara en það á að vera einhvern veginn. Með við stöðuna sem hann var með. Er þetta ekki alltaf jafntefli hérna? Þetta... Segjum að það geta vel ekki tapað þessu. Ég er... Jú, þetta er alltaf... Vertu nú aðeins bakur. Ég er ekki að fara að rita þetta í 5 en þú eldir ekki bara að rita hann. Já, segjum bara að við getum fengið... Ég til að skoða table-bössina, ekki tölvuna. Þetta er bara drá sko. Þetta er málið, hann þarf að vera með þetta extra peð. Því að egal material, þó þessi 2 connected, er jafntefli út af hrókurinn er bara, hann er svo sveigjanlegur, hann er út allt sko. Já, Sassi er ákveðað sig hvort hann ætla að fara í hérna þannig að taka C5 eða hvort hann ætla að halda rittarana þar. Og síðan kannski er það bara vinn og við sjáum ekki neitt lengur sko. Í hrókum C5? Á svart? Já, þetta er bara, það gæti verið skilur. Það er verið sko. Ok, ég teki hérna hrókur þessi 3, E4. Ég sé ekki hvað kongur F8 og kongur E3, kongur E7, kongur D3 og hvað, þú veist, ég bakka með rittarinn til B5, actually honum úr, hrókur til A2, kongur D6 og byrju vó, bara hrókur H1 og ég er bara byrjar að vinna H1. Þetta er sennilega jafntefli þá, út að ég nefndi að reikna þarna í 10 sek. En sko, ég meina það með þessu calculation sem ég gerði þá myndi ég með þetta jafntefli. G5 skák, ég meina double X-clam allavega X-clam já, allavega X-clam á hann leik sko. Já. Svona 1,5 upp hann ekki má það. It's a 1.5 úrústæm. Já, og það, já, ef hann ekki er hann leik þá Guðmund bara hlýtur að mista þessu. Því að í öllum hinum variantunum þá kemur bara kóng G5, kóng til G4. En í þessu varianti þá ertu að fara bara hringinn í Afríku til að komast á G5. Því líka leið sko. Já, þú ert að fara bara 1, 2, 3, 4
Er það komið að mér að fara klósti? Já. Ég hef Hold of Fort. Já, það er Hold of Fort. Það er svona, þetta er bara létt hjá okkur. Já, það er það. Einhver ekki fara. Það er eitthvað frú. Þú getur skipt sko, eftir á hérna, ég vilt sjá það. Já. Það er þetta sín hérna. Já. En þá er þetta að passa að íta þetta, svo uppferðist borðið hérna. Já. Einhvern veginn uppferðist ekki annars. Já, ok. Svo öll stúdar að fyrir bara aftur hérna. Úr aðeins sko. Já. Ég var ræðgóðin. Já. Já, leiðum okkur að skoða þetta hérna. Þetta er sennilega hér. En já. Já, þetta er náttúrulega augljóslega seinasta skákin. Ég held að G5 bara frábær leikur. Ég meina, get nú ekki séð hvað annað það að gera. En nú aftur, ég meina, það er ekkert mikið til að skoða en þetta er allt forst. Ég meina, ef svarti leikur ekki A2 þá væntanlega, já, tapar hann bara, þannig að A2 og já, þetta er nú aldrei neginn begla, þannig að Rókur séð forst, tekið. Rókur A1, eins og ég segi, Riddari C3, mun hóta Riddari bit, hvað sem er hann, Rókur A1. Riddari C3 og hérna fáum við upp þessa stöðu, það sem að basically ef að hérna hvítur myndi leika G5 skák hér, þá væri basically eins og svartur myndi leika kóngur G7 sem að meika náttúrulega bara engan sens og þú veist, bara þú veist þannig að ég fatti hvað ég er að hugsa en þú veist, okkur segjum við kóngur G7 augljóslega er peðið onni en segjum hann hefði fengið einhvers konar svona útgáfu þá ætlum við einhver þessi já ok, getur prófað Rókur A1 en ok, whatever, og getur aldrei tekið pawn is too strong og séðan drepi þá enn og aftur þá fáum við þessa stöðu upp hérna það sem að svartur er bara með þetta eina peð og mikið þannig að ótrúlega að menn myndir að horfa á skák og leika kongur G7 hér en þetta er ymmið það þessi millileikir frábærleikur og hérna já, má ekki taka það skák má ekki fara til E7 maður er alltaf búinn að sýna það en kemur hérna og þetta er basl líka að svartur er playing for a draw hérna og já, menn það er ekkert mikið að skoða segja með það strákana og í þetta hér sagðan til að uppfæra hann gerði þetta ekki eftir að hugsa í korter ákvað hann að þessi staða væri sennilega ekki jafntefli en vill hann meina að þetta sé betri leikur leiðum okkur að sjá viðbrögð manna já veit ég, með svipuðum dómsúks áðan þá einhvern veginn virtist það ekki vera nógu annað með þetta og pluss líka það að núna er hann að fara að gera verkefni sitt já, ansi erfitt að mínu mati nema hann sé algjörlega búin að reikna þetta bara til jafnteflis með þessum Riddari C7 leik get nú ekki séð af hverju það ætti að vera betri leikur en að drepa C5 en komum náttúrulega aftur að þeim gera dómarsúk er mæntanlega búin að eyða miklum tíma bara með mínútu á klukkunni hann tók hann tók sem sagt bara eiginlega allan tíman og leikur Riddari C7 og já, ég er eitthvað annar maður að þegar við vorum að tala tíma hann fara líka að laga þessi tíma já, nei, ég er að bjallaði með það við áhorfendur af hverju að drapa ekki á C5 og já, eins og menn segja nýju skólinn er mættur þannig að ég ætla bara að tjekka engine-i í stöðunni? Gamli skóli á hrókum séum, ekki current position nei, ekki current position en þetta, já, kannski smelli hérna kameruna aftur á okkur já. En bara til að sjá út af það núna
erum við búin að fá annan leik á borðið, þannig að þá líður mér eins og við getum skoða engine evaluation hérna. Og já, þetta sennilega mínus 0,8, 9, eitthvað svoleiðis, eftir A2, rennibendið yfir það. Líklega ekki nóg, hrókur að 1. Þetta best move. Já, þú mátt ekki leika E4. Segjum þú gerir vitlausa leikir, þú leikur E4, þá actually kemur skák og riddari C2 eða riddari B3. Ok, riddari C2 nettari en riddari B3 Nice. Ok, þetta var annað þeim sem ég var Já, þannig að hrókur að 1 þarf að vera leikinn sem að forsa riddari C3. Og þá Núna E4, já. Já, hérna var menn að bara tala um E4, býr til loft hérna til að, eins og ég segi, þú ert með þetta vesen hér, þetta kött með peði eins og við sáum hérna á móti þess að kongur hérna og allt það. Já, hann að Gummi Hannes. Já, og þetta þema með að, þú veist, þegar kongurinn kom hér, þá kemur skák á C8, kongur B7 og riddari E7. Með sem sagt hvít peði hérna að reyna fasta dróningu. Whatever. Mjög useful þema að kunna. En E4, mínus 0,5, jafntefli. Þannig að þetta bara jafntefli, og við vorum ekki að skoða þetta með engine fyrir en núna og ég geti klárlega að staðfesta að hrókdýrpi C5 hefði bara haldið þessu. Já, línan gengur upp á það að skipta á peðum, tölvan segir nú annarkvort F5, kannski. Já, þetta nú mjög góðar að rósina kallinu. Annarkvort F5 eða F6 eða H6, en enn og aftur, þetta leiðir okkur í það enda það sem við tölum að svartur skiptir upp á einu peð á miklu. Þannig, ef við förum hérna að leiða okkur hér, kongur F á það, þá sko meiri sé getur kongurinn farið til E5 og Þetta er bara anspara því að rittarinn getur ekki hreitt sig á kongarnir. Nákvæmlega. Og vildi líka tala um þetta þetta configuration, en þetta kallast Knight Check Shadow. Já, ég ætlaði bara að segja ykkur að sem sagt þegar þetta sem sagt notað all the time í endaþörfum sem að riddarar eru með á borðinu, þar sem að kongurinn dominar riddaran C1. Og pointið sem sagt að þetta mun taka riddaran lengstan tíma til að gefa skák eða þá 1, 2, 3 leiki. Og já, þannig að þetta mun alltaf þetta hérna, og þetta alveg sama sagan hér. Alltaf þetta kallast Knight Check Shadow og þetta svona, já, svona í skugga riddarans. Hann einhvern veginn mjög svona, já, mjög beyglaður þegar þetta figuration kemur upp og að fyndi að ég gerir þetta oft bara blindað í endatöflum og síðan checka kannski heima með seinna og það var bara besti leikur. Bara út af þetta skuggi riddarans. Þetta einhver Helga Ólafsson frasi eða svo þetta einhver bók? Já, menn eru bara nördar. En alltaf, þetta er hann Carsten Muller. Já, The Knight Jack Shadow. Já. Super German accent. Já, en hann The Knight. Já, sem sagt fyrir það sem að vita ekki, þá þessi Carsten Muller, hann með chess-based DVDs, eitthvað Endgame 1-14 og ég skoðað já, svona 7-8 þessir DVDs og tel það hafa algjörlega bætt endaþörfum mjög mikið á þeim tíma og já, hann er basically gateinn þegar kemur að endatöflum. Hann er basically bara 2500 elo og hann kann eiginlega ekkert nema þetta. Bókin, þetta er ekki Fundamental Chess and Games. Já, en málið hann er basically mættur með þetta á vídeo fyrir menn sem að nenni ekki að lesa eins og mig. Já, Mattias Kjell spyrir, endatöflum hrókur og kongur á móti riddarar pluss töpuð og kongur tapa. Nei, það er jafntefli. Það er jafntefli, já. Það er svo erfitt að reka peðra áfram á þess að lendi því að tapa einu peðinu. Já, tapa einu peði eða vera að leppa það. Getur leppa, fórna hróknum bara eitt tíma. Fyrir bæði peðin. Já, nákvæmlega. Já, það er allt of mikið að defensive resources þar. Þannig að en það er, þú veist, maður myndi samt reyna að vinna, það er ekki það. Já, og menn hafa tapað því. Ég hef séð menn Þetta tapað því. er bara eins og hrókur riddari móti hrók. Þetta er stript án eða hrókur biskupin hrók. Nákvæmlega. En núna hef ég slökkt á engine og riddari C7 hefur leikinn, afsakið, biskup B6 kom. Og núna
Er þetta einhvern vandrar með Ritter eða? Líka sjá tíman, sko. Riddara 6, Riddara 5 og núna er allir komið við target og hann blokkar það svona og við getum eiginlega séð að og sér hérna, sko, ef við horfum á tíman aftur hann leikur þessum leik á 2 sekúndum sem er alltaf gott og þannig að hann basically skrifaði ekki, hann leikur sér bara strax Riddara 5 og hann kannski bjóst ekki við Riddara 5 og málið er, þú getur bara ekki búið svo öllu og nú erum við lítið tíma og allt í einu búm, 1 mínútu og 10 sekúndum hér og já, ég meina pressan heldur áfram og þetta er klárlega styrkleiki á Gumma, ég meina hann vann mig Herru, gæti Gummi núna lengi, A2 þú verður að leika Riddara aftur B3 fórst við skildum bara réttur upp á G5 og ég er með 4 samstæð ég meina þetta er ekki þetta bara A2, já, ég hóta bara að drepa C5 þú verður að leika Riddara B3 þetta er bara tími, bara eins og tala svo praktískt en ég bara skil ekki þetta lúkkaði allt svo fort, þessi lína sem ég var að renni það lúkkaði allt svo og skrítið að nota svo mikið tíma að hann skuli ekki hann hefur bara metið stöðuna vitlaust já, hann drapaði þrjú ef þú tapar, ég myndi ekki sinna enna ég myndi gefa það sko bara fjögur samstæð peð engi veikleika sko, he will play it of course you play, en þetta er svona stað maður langar frekar næstu í að já, maður er langar bara gera ljótu sjálfan sig frekar en að tefna áfram sko já, nákvæmlega þetta er það er spurning af hverju hann neglektaði hina línuna já það og það virkaði allt forst það algjörlega fram að hrókur A1 var það forst Riddara C3 og þá sérðu bara ok, ég færi kóngin á F2 það meikar ekki sens ok, ég þarf að leika E4 augljóslega ekki bara þegar ég íti þessi P upp en ég bý til leið kóngur E3 kóngur D3 setja á Riddaran, vimpið A2 og hvað er kóngurinn? Hann er boxaður inn á G7 og ef hann fer í leiðangur í gegnum heiminn og sér hvernig Alexander lék svona leikamenn þegar þeir eru að tapa þetta var svona já, algjörlega og það kemur okkur líka að þeim punkti sem ég sagði áðan meðan tíman okkur já, algjörlega, en ég var ekki með annan punkt við sáum það fyrir svona 10 mínútum þá punktaði niður sko viðbrögð Tomarsuk eftir Riddari D6 og viðbröðin hans voru einmitt að hann hélt að hann var með skít tapað but í þessum blessaði leik it's not all how it seems eins og alltaf en já, hrókur A7, hótar þetta bara E6 hvað er það, Gummi blöndar þessu? Leikum væntanlega bara já, spurningin hvort það var eitthvað von að halda í G5 skáka bara D4 og leikur E5 eða whatever það var engin von, hann eiginlega tapaði þessu G5 þinga það var ekkert að gera eftir byrstu breyfti þá tapar peðinu þinga já, Riddari C7 þetta var bara möguleiki og það málið er þessi biskup var eiginlega of sterkur því að P er á G5 þannig að þessi biskup var eiginlega alltaf að fara að éta þetta peð og hann var einmitt með seinasta augnabliki til þess að taka hann biskup af og ég skil ekki eiginlega það hlýtur að vera bara eitthvað þreyta seinasta umferð og 5 tíma búnir og hann leikur sko eins og þú sagðir úr 1,5 uppröðumarki G5 sem var réttuleikur, hefði átt að skilja jafntefli ef hann fær rétt í þetta en að því hann villst í þetta, þá er þetta veikleiki og nú tapar hann eiginlega auðvitað að það tapar á bláðanpæðan já, nákvæmlega svo þráttur að leiki réttuleik já, síðan kemur bara biskup eða þegar tekur á E6 kemur kongur F6 og þú tapar kalli en það tapar kalli viðbót nei, eða hann drefur á E6 núna já kemur bara kongur F6 og það er double attack fyrir hann drefur á E6 og hvað? hann er ekki nefnir þess og hvað? kongur F6 resigns kongur F6, double attack nú kemur löng resigns stendur verðan að leikum maður sem þú ekki bara segir bara til að klára þetta í svona stöðu jú, það geta svo já, heyrum aðeins síðan veit ekki hvað heyrist þið hjá okkur í ykkurna
Menn að skalla hana Eirík Nils. Já, Gunnar eiginlega. Ég sagði gammi í Gunnari. Mér heyrðist að Gunnar vera að segja í fór eitthvað. Það hefur kannski verið í línunni svona að tala. Það fara niður og kanna mál. Nei, ég vil ekki gera það. Hvað? Fara eitthvað niður, já, what's the jöttu? You had to draw. Easy draw, man. Já, this and play e4, king e3. Það myndir okkur bara vilja berja mig frekar, sko. Það er sagt, þegar maður er búin að vera að lýsa bara svona, sko. Þá oft langar maður svona að fara að tefla eftir mótin, sko. Maður er svona að expósa það svo mikið höfundum og svona. Já, Maður er að fara að tefla í Night Shadow, maður. Ég vil náttúrulega, já, mér langar bara að fara heim, sko. Já, 11 umferðir svolítið mikið að tefla. En ég teldi náttúrulega 5 umferðir líka áður fyrst. Ég teldi 16 umferðir þá á 19 dögum. Þið Vignir tóku hana helgamót. Já. Sem að ég veit nú ekki alveg hvort það hjálpaði ekki, en skiptir ekki öllu máli. Maður er að bætast og... Já, Vignir myndi meina að hann hefði þurft á að halda, sko, til dæmis. Já, ég veit að meina að... Hann tók út kannski svona liðlega skakki þar. Já, hann klálega tók út liðlega skakki þar. Og svona betri lokin. Já, ég veit ekki, ég mætti inn og teldi fyrstu og annaðum fyrst og með degi, og hann var ekki góð skák. Kannski blöndur hann eitthvað, piðið hann eitthvað, en hann spáði ekki. Já. Og síðan það mátti í Hjörvar að teldi ég skelfilega, en var ágætlega sniður í vörninni. Já. En síðan allt í hennu byrjaði að tefla mjög vel. En við höfum aldrei með verra á móti Héðni, aldrei með verra á móti Hannesi. En síðan, ég veit ekki, já, það er ekki gott að segja, maður, svona er þetta. Já. Whatever, skilju. Gaman að þessu. En já, kannski að skákdómari hefur uppdutað chess results. Já, þetta er forritin með eitthvað tæpar eitthvað svona eitthvað? Já, Gummi náttúrulega vinnur tæbriki, en það varst þú ekki að segja að breyta engu máli? Já, peningunum er skipt, sko. Held ég, 100%. Ekki nema að sé eitthvað hort system. Nei, ekki í lokuðum átt. Megar engansans. Við fá hérna, ég ætla bara að tóka upp hérna final rankings, fyrstu öðrum. Já, ég væri til að sjá það. Já, eins og menn vita, tiebreak 1 stendur þarna og Guðmundur með 1 og ég með 0. En það... Þetta taka út hérna smá. Já. Svona, við getum gert það svona. Já, Helgi á sér sigurvegari eins og ljóst var fyrir umferðina með 9 vinninga. Vignir 7,5 öðru sæti, gerir innbyrðis jafntefli í lokaumferðinni. Og þú og Guðmundur, Hilmi Freyr Guðmundur eru jafnir í þriðja sæti. Guðmundur er hærri á fyrsta tæbriki sem er vantarlega innbyrðis viðurinn. Já. Á sama hátt og Hjörvar er hærri en Dómatsúk á innbyrðis viðurinn. Já. Og þeir eru þá, já, Hjörvar endar hana í 5. sæti, þrátt fyrir svona slagsmót að byrja með illa en var rosalega opinn, en teldi vel seinnipartinn. Teldi sig og þá er stóra spurningin, hvernig er staða íslenska skákmennina með 2500 elofstig og það er engi með 25. Það er þá engi með 25. Sem að Hjörvar hefði sennilega þurft að vinna dag þá í gær til að halda 2500. Já, hann hann munur svo litlu. Hjörvar fyrir 2 stigum undir. Já, 2490. Hann unni í gær þá hann hangið yfir. Helgi Ás færist nær en ekki nóg. 2484. Viggi 24, já. En Vigni var líka í... Var hann mínus úti? Nei, einhverjum 3 stigum en ég held að var í mínus... Nei, ég veit ekki, Barður er hann að stiga aflakókur hérna, 60 stig. Á það líka bara fyllir að skilið. Já, flott slútt hjá honum. Teldi, myndi ekki að segja að hann teldi ambitious á móti mér, en hann vissi svona að ég þurfti að vinna, en hann teldi bara leiðilega, en það er bara props to him. Já, hann er alltaf stíllinn hans svolítið svona positional rólegur, sko. Já, nákvæmlega. Hann ekkert mikið að ráðast á því, kannski. Nákvæmlega. Hérna. Og, já.
og vinnur, já, og endar fyrir ofan Hannes. Olga er með 4 vinninga, endar í plus hana. Já, fínt slút hjá henni líka. Já, hún ágætis kafla. Það kom svona miðkafli var erfiður, dabbar svona skákum, en hann teldi mjög skemmtilega. Hann var svona mjög hressandi skákstíl. Já, hver sagði að skákandi vera skemmtileg? En, Já, Lenka komið inn með stuttu fyrirvara. Já, það er náttúrulega rosalega erfitt að koma inn í svona hart mót. Bara með, basically, þú veist bara kvöldið áður að þú ert að fara að mæta á morgun og tefla. Ég myndi ekki vilja taka þátt í mótinu. Nei, með kannski enga æfingu í taktík eða skákum á netinu eða búin að skoða byrjaninu sínar eða whatever. Þannig að... Já, og nýbúin að vinna hann öðlingamóti. Það er svolítið annað prógram, sko. Já. Það komið miklu harðara prógram. Þannig já, þetta var... Já, að mörgur þetta bara fínt mót. Leðilegar punktur, náttúrulega híðinskildi hann dett út. Já, ég rís bara rís. Það er svo sem lítið hægt að gera í því, en ég held að Helgi Ás var nú bara að þessu sinni, bara sanngjarnt sigurveri, það er bara þannig, það er ekki... Já, ég meina... Þú getur ekkert, það er ekkert að segja við því, sko. Nei, nákvæmlega. Þú veist, auðvitað voru aðstæður sem að hann er heppinn af því að hann sleppir við að tefla með híðið með svörtu og þá á sama tíma lendir Vignir í kannski að þurfa að reyna að vinna eins og þú. Nákvæmlega. Og þú lendir þar aftur á móti í að reyna að vinna móti öðru. Það er einhvern veginn kom í hnakkan. Það verður svona keðjuverkun sem að kom. Já, það kom einhvern veginn í hnakkan hjá Vigni og mér. Þannig að Vignir, já, til að stefna á titilinn, þá þurfti hann að vinna mig. Já, með svörtu. Og ég opnaði reynda með E4 til að bjóða hann upp á slagsmál. En pointið var að hann held ég fattaði ekki að ég var ekkert að fara að tefla leiðilega, ég ætlaði að vinna hann. En hann gerði skákina miklu léttara með því að leika, þú veist já. Þetta var rosalega skrítið, við tölum um það áðan, sko. Við tölum um það áðan. Að þegar þú ert í must-win skák, þá einhvern veginn, menn þurfa að fara að laga þetta þegar maður hugsa bara einhvern veginn öðruvísi. Eins og móti Bárði, ég hefði getað tekið einhvers konar misti þetta biskup að peða undir en ég var með full compensation, actually tölum við að segja -2 í þessi stöðu, en bara það ég hugsaði, nei, þetta er ódróis, skilur við, þá tók ég eitthvað með rittarann og whatever, og maður einhvern veginn hugsaði allt öðruvísi og maður tefli bara einhvern veginn verið, sko. Þannig ég vissi að ég þurfti að vinna lengu, en ég hugsaði bara, að ég leik bara D4, ég nenni ekki að, þú veist, taka svona sama mindset og ég gær, því að það endar einhvern veginn algjörlega að baki manni, sko. En kannski við höfum bara að segja það var gott í dag. Ég hugsa það sama. Ég veit ekki hvort við kveikjum á verðunni á tökunni. Það er nú kannski ekkert eitthvað súperspennandi, en við getum sett stream í gang, sjá til hvort við náum að stilla því upp. En verðunni er náttúrulega eftir... Já, hún er bara... Eftir 5 mínútur, ekki? Jú. Þannig að... Já, við tilkynum það bara íslenski skákmenn að gera það. Sjáum bara til hvernig aðstæður eru. En já. Viljum við renna í eitthvað eða ég kannski bara segja takk í dag? Já, kannski bara svona hundaðu, ekkert renna í skákina. Sem sagt, Dagur Olga vann hann að... Já, skemmtilega skák samt, sko. Já, við skoðum mikið af skemmtilega línum og hún endaði þetta hérna á... Fórum að skipta með henni og endaði hérna á skemmtilega drikki þar sem að... Já. Hún vekkur upp, valdaði kall. Já, með doppelskák. Þú varst með, stystu skák mótsins og... Og örugglega bara eitt af stystu skákum minnar í margra ára, ég meina ég... Já, leikar. Ég er einmitt svona eins og gummi, ég tefli því 4-5 tíma. Við tökum Steingrími fyrir. Hvernig stendur með Jón Óttar EM Hardarheim, þeir mögulega í GM? Já, þeir bara tefla svo lítið, því miður. Hartar tekur bara þátt í hraðskamótum og Jón Óttar, hann má nú eiga það, hann er heldur duglegur að stúdera byrjanir og gefa út efnið. Hann mætti tefla meira en sjálfur strákurinn. Já, shoutout á Jón Óttar, sko. Shoutout á Jón Óttar, sko. Alvöru leikmaður, sko. Svo Bárður. Já, þessi skák var alveg. Þetta G4. Hannes átti... Tölvan segir að sé ekki að slæmt, en ég vil meina að það sé tapleikur, sko. Staðan verður allt of flókin til að halda þessu. Þú veist, turns the tide, sko. Fer frá hvað? Plus 1,567 eitthvað svoleiðis. Já, bara solid miklu betra í mínus 0,7. Já. Bara... Sýnt á stöðu, kannski. Já, bara opnaði algjörlega line of fire, sko. Og þessi bara mjög öðlegur. Já, setur rittarann á, valdaðan reit og... Heldur pressu, dróðin G3. Dróðin G3, eigur preyja á. En G4, finnst mér alveg galið, sko.
af því að, þú veist, halló. Já, og Hann er svo alltaf mikið álíkum þessi móti, hann er búinn að vera oft núna undanfarið, sko, því miður. já, Leifir bara opnun og já, ég nenni ekki að kommenta Helgi var bara boring draw. Já, það bara báði aðeinslega voru klárlega sátti með jafntefli, þannig að Já, hendaði báðum. nákvæmlega, þannig að þá Helgi klára mótið taplaus og Vignis tryggir annarsætti. Og svo var þessi skák hjá Guðmundi og Dómatúk þar sem að það sem að seinasta færi var lykilstaðan sem að Dómatúk kannski spurning hvað hann misti af, Já. kannski spyr hann eftir en kannski áhorfendur fá ekki að vita hvað hann misti af, en sennilega ég mun vita það. mútið þetta og við kannski kippið með eitthvað pistil eða eitthvað. Já, Já, herru, þetta var lokaðaferðin á Íslandsmótinu, Helgi meistari eins og fram með komið. til hamingju Helgi. Og sko mótið hamingju og ég þakka Helmi hér fyrir aðstofan í dag, þetta var bara gaman. Já. Og ég fer reynslunni ríkari hér með skugga riddar hans. Já, nákvæmlega. Night Shadow, skemmtilegt tema. Nákvæmlega. Herru, já, við segjum það bara gott þetta og takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur, kjalla.